Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV í enn eina djúp köfunna þar sem að hlutirnir gerast. Og velkomin í þáttinn aftur, Guðjón Reimberg. Það er ekkert hú. Það er ekkert hú hérna, sko. Nei. Já, maður er svona eiginlega bara, ég er ennþá einhvern veginn máttlaus eftir ég var út á sögu einhvern veginn. Já, þú varst ótrúlega svalur þar maður. Já, þetta var gott viðtal, ég hlustaði sjálfur á það, tvisvar eitthvað. Ég hlustaði þrisvar á það, sko. Sæl. Það er feedbackið þér, hvað er það? Það hlýtur að vera bara út á þóttavélinni. Hún er alveg verið búin, hún verið bara búin innan á 2-3 mínútum. Hún verið bara, ég átti ekki að kosta völin að setja hann í gang. Já, góðu lagi, við erum rólegir við því. Það var að því að ég var að skipta úr rúmin í dag því að tíksi ég með, ég var að byrja að lóða. Já. Og það er með, sem sagt, þú veist, þvottavélin er svona gömul þvottavél, það, þú veist, ég þarf að láta hana klára. Hún er bara þannig. 25 ára gamall gripur, sko. Já, einmitt. En ég átti ekkert kost áður en að henda þessi vélina, sko. Nei, einmitt. En hérna, þú ert búin að vera að gera alveg snilldar myndbönd undanfarna 2 daga allavega, eða 3. Já, takk fyrir það. Og það var náttúrulega alveg snilldar viðtal við þið þarna í útvarpi sögu. Já, þetta var gott viðtal. Þó ég segi sjálf, sko, ég kom sjálfur mér óvart. Já, þetta kom ótrúlega vel, punktarnir komist ótrúlega vel til skila, sko. Já, ég vil nú líka þakka bara Markus og Jóa fyrir það. Það er ástæðan fyrir því. Ég vil ekkert fara í neitt útvarpsviðtal neins þar annars þar. Já. Og dýnamíkin í viðtalinu, samtalinu, sko. Já. En þú ert svo Ári Kurteins, það situr alla aðra í svo slæmt samhengi, sko. Nú, er ég farin að vera kurteis? Já, það var mjög vel kurteis við þá, sko. Það er alltaf ástæða fyrir að þeir bjóða mér ekkert lengur í viðtal, sko. Já, það er eitthvað. Ég er svona ruddi og óheflaður planki, sko. Já. Þú voru eitthvað sært útvarpsstýruna eitthvað með einhverju? Já, eftir stjórnarskrá morguninn, þá ákvað musterisreglana. Þessi lína myndi nú ekki vera opin lengur fyrir mig. Ef ég man rétt í þeim þætti fórst að tala þetta með barnavaldanefnd, hefur engan rétt til að stela börnum og fólki. Já, og líka, ég var nú aðalega að tala hérna stjórnarskrána og maður kom að Valgerður Bjarnadóttir og eftir og ætlaði að fara að kynna sína stjórnarskrá. Já, og þetta var katalisti, ég meina í kjölfari á þessum mótni, þetta var á mánudegi eða þriðjudegi. Já, manni. Ásakið, þá fórum við að rannsaka, sko í kjölfari á þessum þætti, þá fattuðum við þetta með ógildu stjórnarskrána. Já, ég held að það hafi nú verið komið áður reyndar en. Nei, ég held að það hafi verið eftir reyndar. En ég man að þegar ég hlusta á Valgerði, að ég hlustaði á hana, þetta viðtal á hana líka hennar morgun, þá fór ég að skoða hvað er í gangi hérna og dýbökka eða samstundu, sko. En þá kom ég ljós í viðtalinu og útvarpi sögu hérna á hvað 50-daginn var það ekki. Já. Að Markus vissi ekki af þessu, ég hélt að hann vissi af því ég hefði tekið þetta fyrir. Já, þetta 2013 ógildinguna eða? Já. Já. En hérna, já, það náttúrulega stýra allir sinni útvarpsstöð og það þýðir ekkert að væli við því. Já, það er bara þannig. En hérna, þetta þetta sem kom svo vel til skila núna líka var þetta document authority, sko. Já. Og hvernig þú spannst svo núna í vídeóinu og undanfarið við dokumentin í Nürnberg réttarhaldunum og Tókíó réttarhaldunum er náttúrulega snilld, sko.
Já, takk fyrir það. Þetta náttúrulega bara komið på yfirborði núna og ég vil þakka það líka einnig bara þjóðeldiskonu sem kíkti til mín daginn sem var að spjalla við mig, var að kíkja til mín að hjálpa mér við ákveðu vandamál. Svo vorum við að spjalla dómsmál almennt og það var bara svo samræða og opnaði þetta fyrir mér. Er þú ekki alltaf hvort kettlingalýs, alltaf eitthvað kettlingagangur eða samt? Já, ég kvartaði kettlingalýsinni. Já, svona stundum. I'm conflicted. Já, ég var nú las svo vel við höggi, sko. Já. En hérna, sko, þetta þessi punktar sem, sko, hann svolítið svona eyðimörku ganga á undan, sko, en svo kom bara búm, 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 eftir, núna þætti bara þáttu eftir þátt sem var bara þvílíkt kjarnastöf í, sko. Ég gerði þarna 3-4 vídeó bara í gærmorgun eða nótt. Já. Við líklega að tala þau eru búin að bara eins og það kæmi bara eitthvað. Já, þannig sem það gerist, sko. Já. En hérna, sko, þetta rosalega merkilega pælingar, hvað voru þetta, 50 milljónir sem að Sameinuðu þjóðirnar drápu eða hvað? Já, það er alveg, ég ennþá í sjokki eftir það. Já. Þetta fattaði ég af einhverju tilviljun fyrir bara 2 vikum, 1 eða 2 vikum, svo hefur þetta bara ekki komið stað í flæðinu. Nei. Allt í einu fattaði ég það að bandamenn eru búin að skrásetja að Þjóðverjar og Japanir drápu visst mikið af fólki og svo koma þeir að segja en í heimsstyrjöldinni síðari dó svona mikið af fólki sem þýðir að við drápum það. Já. En þetta tengist líka mjög mikið atburðum í dag, sko, af því að þetta allt saman að koma fram, þetta að verða common knowledge og þessar aðvaranir núna hjá þýskum stjórnvöldum að biðja fólk að hamstra vatn og mat og núna í Tékklandi var þetta gert líka og ég deildi nú myndbandi með einum gaur, ég veit nú ekki hver það en hann var að tala til Þjóðverja og hann var að segja að þetta ekkert neini falski fánar ISIS eða neitt slíkt, það eru Amerikanar, Ísrael og Bretar sem ætla að ráðast á okkur. Hann sagði þetta bara Amerikanar en það það sem að gerast. Það að mynda stríð á milli Evrópu og Ísraels, Bandaríkjanna og Bretlands. I told you so. We told us so. Ég var nú búin að greina þetta líka áður, sko. Já, ég að fíblast. Já, en sko þetta með þessi aðvörun í Þýskalandi, ég fór ekki onni í þetta, ég sá þetta bara á hlaupum, þetta búin að vera svo klikkuð vika. Já. Þetta ekki líka partur af hræðsluáróðri? Nei, þetta nefnilega ekki það. Þetta það sko, þessi stríðsglæpa gengi sem hefur náttúrulega gengið laust núna í 200 ára frá Napóleons stríðinu að það virðist vera að the genie is out of the bottle, sko, og þeir ná ekki að setja hann inn í aftur, að það bara allir að sjá þetta samhengi núna sem við erum meira að tjá okkur sko. Já. Að helfarasagan lygi og Núrenborg réttarhöldin voru bara brandari og þessi stríðsglæpamenn sem að bjuggu til Sameinuðu þjóðanna, sko, þeir bara, það verður að stöðva þá, sko. Algjörlega. Og þú sér það í hennu fallega ríki í Ísrael, þá eru þeir sem hafa verið í þessu stutt þetta viðskiptabann á Ísrael út af stríðsglæpum þeirra og þjóðamorðum, að allir sem að búa í Ísrael og hafa stutt þetta hefur verið að vísa úr landi, sko. Já. Og og svo náttúrulega Mossad búið að vera að keyra þetta Mossad fingraför á öllum fölsku fánunum í sumar, sko. Svo allt henni bara, ISIS farið í sumarfrí eða þeirra sumarfrí í ágúst eða hvað í gangi? Bara hryðjuverkamenn eru alltaf í júlí, alveg gera allt brjála og svo bara hverfa þeir eitthvað. Við erum búin að dýbanka það að fréttastofa ISIS á vegum FBI.
Það Rita Katz. Já, þetta var bara, ég fatti því ekki ennþá, maður var búinn að horfa á hverja fréttina fætur annari, þar sem ein fjölmiðlar sögðu fréttastofa ISIS hefur lýst hermdarverkinu á hendur sér og maður hugsaði byrju á ég að fór að vera að lýsa þessu sem fölskum fána, fyrst að fréttastofa ISIS er búin að lýsa þessu, þó að ég viti að ISIS sé NATO operation þá, og maður fer svona að vera svona konfliktið með það. Svo ákvaði bara allt í einu einn morguninn, heyrðu, fréttastofa ISIS lítur á vefsíðu. Heyrðu, byrju, hver er Rita Katz? Já, hún er gyðingur sem var alveg upp í Bagdad. Svona sefvartum gyðingur. Með fullir í fyrir, Já, og hún sér fréttastofu ISIS, sko. Með öðrum orðum, þetta er Mossad, FBI, CIA operation og okkur er ekki Corbett Report búinn að taka þetta fyrir? Hann er búinn að taka þetta fyrir reyndar. Já, ok. Hann lætur nú ekki taka sig í bóluna á Kobbi. Já, ok. Hann er öflugur, ég mætti fylgjast betur með honum, ég bara nenn honum ekki þegar hann er ekki eins klárur svo Morris í viðtölum, sko. Nenn ekki viðtölum þess. Nei, hann er líka, hefur aðeins slakað á, sko, hann er ekki eins skarpur og hann var. Já, svo er náttúrulega nýkomið með barni, er þetta ekki annað barni hans? Já, ég veit það nú ekki. Ekki það stoppið þig? Nei, það kemur annað núna í október. Til hamingju með það? Takk fyrir það, númer 3. Glæsilegt. Og eitt heima á Íslandi, 32 ára. Já, ok. Það var alltaf barn. Já, 33, ég man ekki hvað hann er gamall. Já, 33. Rólegur. Já. Glæsilegt, góða fréttir, gaman að heyra. Já, einmitt. Það er gaman að þessu. Nei, en ISIS náttúrulega getur ekki þekkt sig, því í hver skipti sem maður fara að hreyfa sig núna og vísa í fréttastofu ISIS, þá bara, já, FBI fréttastofan var að lýsa því að ISIS hefði gert þetta. Já. En, sko, svo er náttúrulega eitt sem enginn er að tala einhvern veginn og það er eins og Jemen, það er bara 6.300 óbreyttir borgarar held ég búin að tapa lífinu, sko. Já, það er lítið fréttir það. Það er nóg af fréttunar, það er allavega ekki að því á Íslandi, sko. Nei, en bandarískir hersérfræðinga voru að yfirgefa Sádi-Arabíu, sko. Þetta er að þeir sérst koma allir í gang, svo voru þeir að yfirgefa Sádi-Arabíu núna, sko. Já, var þetta ekki sendiráðstarfsmenn eða eitthvað svoleiðis fólki? Nei, þetta var bara sérsveitir, sko, eða military advisor, sko. Ég fatt að það ekki alveg. Já, þeir fara, þetta er svona proxy war í SN, sko. Þeir koma Sádi-Arabíu upp, þjálfa fólkið, redda græjunum, koma öll í gang, sko, og kenna þeim að sprengja Jemen til helvíti, sko. Og svo þegar þeir eru búin að ná rútínunum í gang, þá draga þessi tilbaka, sko. Sko, standardin hefur verið það að hernaðar sérfræðingar hafa verið áfram, sko, eins og til dæmis í Suður Víetnam og öðrum ríkjum, það sem talin hefur verið. Já, fréttin var að þeir væri búin að draga þessi tilbaka, svo það spurning hvort að það er nokkuð gerst. Já, ég bara ítreka það sem ég hef verið að segja undanfarið. Ég er ekki nógu duglegur að fylgjast þessum dagana með fjölmiðlum. Ég er svo mikið bara eitthvað í eigin heimu undanfarið. Já, einmitt. En þetta er svolítið sko... Upp á að rýna í þetta, sko. Já. Eins og innrás Tyrkja í Sýrlandi í vikunni komir alveg í opnum skjöldu. Hvað segirðu, innrás? Tyrkir réðust inn í Kúrdistan í Sýrlandi í vikunni. Já, einmitt. Og það er spurning hvort að þeir eru að berjast við Sýrlandi eða hvort þeir eru að slátra Ameríku málalegunum, sko. Það er nefnilega það sem ég var að hugsa og ég var að hugsa þetta bara í dag hvort þetta skellibeinu vídeói sem bara spurningum þetta eru Tyrkir að ráðast á Kúrda eða Sýrlendinga. Er það möguleiki, sko Kúrdistan hefur verið á vegum Ísraels og NATO í svo mörg ár. Þetta er NATO operation, Kúrdistan hernaðurinn síðustu 50 til 70 ár, lengur, síðan 1920. Svo er það möguleika, því ég var að halda því fram þegar ég var að analysa Tyrkjabyltinguna, Hallarbyltinguna daginn, þá var ég að gefa það í skyn, ég man ekki hvort ég sagði það beint út.
að ég tryði því að Erdogan væri að fara að halla sig meira að Rússum. Margir náttúrulega, hann heldur þetta líka, hann Sheikinn okkar. Já, hann hefur líka bara, það er bara opinbert, þeir hafa hist og tekist í hendur og bara lýst því yfir þeirra samstarf munu aukast. Sko, það eru sko Nota bene, það var analisti frá RT.com sem héldi fram að það væri ekki alveg að marka. Hann skrifaði mjög fína greinumyndin á RT.com að það var alveg, Erdogan væri vís til þess að vera að spila þennan leik bara til þess að NATO fari að gera meira fyrir sig, sko. Nei, það er bara, þú veist, það er bara hinn evrópski heimur er bara búin að fá nóg af þessum stríðsglæpum, sko. Bara stopp, sko, hætt, bara, nei. Er það? Bara ekki. Já, og svo sástu að þeir voru að draga, sko, normenn fóru og sprengdu í Líbíu, þeir voru að draga svona Evrópuþjóðirnar í og svo voru Þjóðverjar farið að draga þá og þýska þjóðin hefur bara slegið borð og bara nei, sko, já, við erum ekki. Svíar tóku þátt í þessu líka? Nei, ekki með metal, þeir reyndar Líbíu? Nei, ekki. Okay. Sko, ég geri greinamun á þeim sem eru í einhverju NATO-pólitísku samhengi sulli, sko, þeir eru allir þrælsekir og ábyrgir. Og þeir sem að senda hermenn og stál, þotur og sprengjur og eru að vinna vinnuna. Nei, ég held bara, ég hefði séð eitthvað aktivist þegar að fjallum það, ég bara man ekki hver, að Svíar hefðu sendt þotur líka. Nei, það eru normenn og danir sem eru núna stríðsglæpamenn, sko. Já, danir eru búin að vera mjög virkir í Afganistan allavega. Já, og það er sko, þjóðverjar fóru núna í sumar í fyrsta skipti með eitthvað herskip og eitthvað að fá þotur niður í eitthvað, hvort það var ekki í Sýrlandi og voru að sprengja þar. Og ég held að þýska þjóðin hafa bara alveg, bara nei, sko. Veist, nú bara... Merkel á búin ráðstafa í fyrra 1200 hermennum í að fara að þessu verði. Já, Merkel er sko, þeir eru að tala um það núna og hún sé meiri sér farin að svíkja sína Illuminati overlord, sko. Sem er mjög erfitt fyrir hana, sko. Já, henni verður náttúrulega bara slátrað ef hún þvælist eitthvað fyrir, en málið er sko að þýska þjóðin virðist vera alveg bara þvert nei á þetta, sko. Og þá verða þeir náttúrulega target, sko. Það er nefnilega það sem þeir verða. Já. Nei, þetta eru flókin mál, en allan að þetta kvalla að mér hvort að Erdogan væri í raunin að hjálpa Assad með því að ráðast á Kúrda. Já, ég held að reyndar hann sé ekki, sko, náttúrulega þeir Kúrdar, sko, ISIS er náttúrulega bara eins og franska útlendingahersveitin, þetta er bara svona málarleiða drullumall, sko, þetta eru sturlaðasta fólk bara veraldar sem safnast þarna saman á launaskrá hjá NATO og veist, þessi hryðjuverkabransi sem kallað sem er þetta ISIS og allt þetta kjaftaði er $15 trilljón á ári, sko, og er sennilega komið, 15 til 20 trilljón að varða fyrir 3-5 árum. Þannig að þetta er sennilega komið í 30-40 trilljón bara þessi sem þeir kalla hryðjuverkabransin sem er náttúrulega bara svona sem er bara þessi globalista corporate army sem var náttúrulega prima motus í öllum vandræðunum í fyrri og seinni heimsstyrjöldinni. Það er alltaf sama liðið, sko. Já, þetta er alltaf sömu uppskriftirnar, sömu mynstrin. Já, en núna sérðu, sko, að þessi fölsku fánar og þessi áróðuslega maskínur er að hrynja, sko, út af svona fávitum eins og okkur sem taka þetta bara fyrir og rústa þessum áróðuri, sko. Já. Og það er bara þúsundir manna sem er á internetinu að tjá sig þetta og rakka niður þessa fölsku fána og þeim fjölgar dag frá degi og það er alltaf fleiri og fleiri sem sjá í gegnum þetta, sko. Þannig að það er einhvers konar kapplaup við tímann og þú sér að þessi mengunarvarna búnaður hjá Volkswagen, þetta var náttúrulega bara ekonomiska árás á Þjóðverja. Já, alveg augljós. Og Germanwings var ekonomika árás á Þjóðverja og núna er afleiðu viðskiptin að fara afleiðu gildrurnar að fara að smetla saman, sko, og þá hrynur bara evrópska bankakerfið einni nóttu, sko. Já, þú ert búin að vera að fylgjast með því, ég hef ekkert verið að fylgjast með því. Gott ef ég heyrði ekki einhvern annan vera að tala um þetta líka, það væri búið að vera mikil verðfall á evrópskum mörkuðum. Deutsche Bank er bara búin að falla 70% í verði og þessir evrópsku megin bankar. Sæðan. Og reyndar á sama tíma kemur dollarinn til með að hrynja líka, sko.
hann, Það hægt á hann, því, já. hann mun krassa, sko. Sko bandaríski dollari hvílir á arðráninu á Evrópu. Stórum hluta. Já, hann hvílir náttúrulega á trú, sko. Og eins og með Rauða hafið, ef að bara það klofnar svona, þá hreinur það náttúrulega. Já, þetta alveg rétt. En það þú veist, ég náttúrulega búin að tjá mig oft að þegar ég fattaði það í fyrra að bandaríska efnahagsundrið hvílir á vaxtagreiðslum undirókaðra þjóða eins og fyrir sem að þeir hafa hernumið síðan í heimsstyrjöldinni. Já, þar með talið Ísland, sko. Þar með talið Ísland, já. Ég meina, við fórum úr 80... Marshall-aðstoð, sjáðu blekkinguna, Marshall-aðstoðin var lán. Já. Og það er fyrsti og einhver hluti styrkur, sko, fyrsti skammturinn frýtt hjá dópistanum, sko. Og það bjó síðan til Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankann. En sko málið með Sameinuðu þrjótana, þar eru allir inni einhvern veginn, Íran og Rússland og Brasilía og Kína, og það er allir einhvern veginn í þessum samtökum, sko, sem er byggt á glæp og er eitt stór glæpur út í gegn. Já, ég hef oft verið að hugsa þetta undanfarið vegna þess að sko sumar þjóðir sem að taka þátt í Sameinuðu þjóðunum, það er fullt af fólki í þessum þjóðum sem vita að Sameinuðu þjóðunir eru lega undir okkunar drullulega. Já, það er náttúrulega Sameinuðu þjóðunir eru þessi eilífi draumur fávitana að hafa eitthvað svona heims yfirráð yfir öllum og allir eru skatta dýr hjá þeim, sko. En svo var ég nýlega að fatta að Sameinuðu þjóðurnar, það er sko Sameinuðu þjóðurnar eru öryggisráðið. Já, það er líka svo mikið meira, það er UNICEF og það eru alls konar hjálparstofnanir og menntastofnanir og alls konar eftirlitsstofnanir og fullt af drasli, sko. Já, sko, þjóðirnar sem hafa neitunarvald í öryggisráðinu, það er ríkisráð Sameinuðu þjóðanna. Já. Allt í þegar ég fattaði þetta, þá sagði sko allar þjóðir í heiminum, sko frá 1945 í rauninni, það voru náttúrulega bara örfáar þjóðir sem að stofnaði þar 45, en síðan 1945 þá hafa allar þjóðir gengið inn í Sameinuðu þjóðirnar því að átti ekki kost á neinum alþjóðaviðskiptum nema að taka þátt í þessu. Já, þetta er náttúrulega allt gert með ofbeldi, sko. Svo að allt í einu fattaði ég, heyrðu, Sameinuðu þjóðirnar eru, sko lígin er að öryggisráðið, neitunarvaldsþjóðirnar í öryggisráðinu, þær stjórna þessu bakteríu. Leið og þær hrynja Sameinuðu þjóðirnar. Já, náttúrulega líka ef þær eru fannar í stríð, sko. Já, þá kemur stóra spurningi hvort að þetta sé alls saman bara ein stór blekking og Rússar séu til dæmis bara að leika sitt hlutverk í blekkingunni, sko. Alveg örugglega. Bara sjálfkrafa að gera ráð fyrir því. Þú ert sekur þar til þú getur sanna sakleysið. Þannig hafa lífveldin sér, þá má ég hafa mér þannig líka. Já. En sko, það er, ég meina, segjum það að það verði bara eitthvað meiri háttar loftárásir á Þýskaland, sko. Og svo eru þið líka með eins og þessir jarðskjálftar í Ítalíu núna, þetta eru þessi Wrath of God vopn sem eru notuð í þetta, sko. Þessi jarðskjálfti í Ítalíu er afleiðing af vopni sem var beitt gegn Ítalíu, sko. Og þessi... Þú meinar svona harppælingar einhverjar? Nei, það er disinfo, sko. Það tengist meira helium vetni, að fólk alltaf réttlæta mig, sko, rétt leiðrétta mig, ég veit að það er vetni, sko, en ég nota alltaf orðið helium, sko. Að trúarlegum ástæðum. Að sko, það er alveg fullt af svona helium loftförum þarna upp í undir kúplinum. Sem eru með þessi Wrath of God sem eru svona einhvers konar sprengjur sem að fara ofan í jörðina og er sprengdar á geológiskum stöðum þar sem að vita er að það muni losa spennu, sko.
Eða ég var reyndar að velta þessu fyrir mig líka hvort að þessi Rod of God sko, því það náttúruhamfara vopn sko. Já. Hvort að það sko að því að þessar ítölsku hús sem hrundu hann alltaf eins og spilaborg sko, að þessi hús hafa náttúrulega verið í Ítali í 1.000.000 ár sko og aldrei hrunið. Ég er að velta fyrir mig sko að hvort að Rod of God jarðskjálftaverkfærið gefi öðruvísi bylgjur heldur en þessar bylgjur sem venjulegu jarðskjálfti gefur á svæðinu sko. Já, það signatúrið lýsir sér öðruvísi. Já, þetta lítur ekki út eins og eðlilegur jarðskjálfti sko. Þá er það líka spurningin hvaða signatúr hafa verið á undan og hafa verið á eftir, því þú veist, það sem eru náttúrulegir jarðskjálftar þeir gera alltaf búið undan sér með einhverjum mynstrum. Já, þetta eins með tsunami dæmið sko, það engin fordæmi fyrir eða eftir þetta hafi gerst sko. Já. Ég átta mig bara ekki á því sko hvort það er nota spennu sem fyrir einhvers staðar eða hvort þeir sprengja niður einhverja skriður eða hvort að þetta eru bara vopn sem eru bara undir sínum eigin mætti nógu stór til þess að búa til þessar hrunbylgjur sko. Já, 2 punktar sem kom upp í hugana því að ég er bara, þú veist, hlusta, ég veit ekki nóg þetta til þess að vita hvort ég er sammála eða ósammála, en þetta er áhugaverð kenning. En það eru 2 punktar sem að kom upp í hugan. Samræður sem ég átti í fyrra mann sem vann sko árum saman við jarðboranir á Íslandi. Og hann sagði mér sögu frá því þegar komu og voru í nokkra vikur bandarískir sérfræðingar með þeim genginu sem hann var í, sem voru að taka þátt í að gera borholur og bora og gera mælingar á spennu í jarðskorpunni á mismunandi dýpi og í mismunandi jarðlöga. Þannig að þú veist, það er til fullt af rannsóknum og svona fyrirbærum sem að hafa verið framkvæmdar af einhverjum amerískum þriggjastafa-stofnunum sem við vitum ekki um. Já, en svo sjáum við líka núna, ég held að það sé reyndar meira tengt harpinu sko, við sjáum þessi sinkholes alls það að detta niður sko. Já. Það held ég að sé sko, ef að þú ert með svona víbrasjón eins og harpið þá hristist sandurinn saman sko og myndar svona hólur sko. Já, maður þekkir það að víbringsbylgjur geta safnast saman í massa. Já, þetta er bara svona eins og hristi sand sko, þá sígur hann niður sko. En þetta gefur auðvitað þegar þú ert með þrýsting á ákveðin jarðmassa, þá getur myndast konsentrerun eins konar svona ekko af bylgjum sem að síðan safna saman á ákveðnum punktum. Já. Og myndar sko skjálfta konsentreraðar víbringi við lengri tímabil. Þetta hefur maður séð. Já, svo er annað sem að maður sko þetta köld sem að stjórnar þessu öllu, þeir þurfa alltaf einhvern veginn að sýna hvað þeir ætla að gera áður sko. Já. Og þú manst kannski í bíómyndinu 2012 það sem að það var svona einhver heimsenda mynd, hvernig allt svona hrundi undan borgunum sko. Já, ég sá ekki þá mynd, ég horfði ekki á hana. Nei, og þú kannski séð þarna það er eina auglýsing sko sem við talaðum að sé skilabóð frá Eilu Natti, þá svona hrynur einhvern veginn undan fótboltavellinum sko. Og þeir hafa verið svolítið uppteknir að sýna þetta sko, það sem bara hrynur einhvern veginn jörðinu undan fótum manna sko. Já. Svo líka annað sem maður hefur átt að segja á að þeir gefa, þú veist, tökum svona fyrirbæri eins og Matrix. Ég oft velti fyrir mér hver er lygin í Matrix? Það er bíómynd. Bíómyndir eru lygi frá upphafið til enda. Já, því að sko það sem ég svolítið merkilegt við Matrix er að þegar maður fór að byrja að fatta ákveðna hluti varðandi bara eitthvað, svona metafísík, þá fór maður að sjá ákveðna dáleiðslu sem að sko þessi samlíking og mannkynið sem var bara geymt í svona glerhylkjum og tappað af því orkunni og því haldið í svona draumastasis. Maður fór allt í einu að fatta heiminn á nýjan hátt, við köllum það víst að vakna eða afdálegast eða eitthvað. Þá fór maður svolítið að sjá fyrir sér gólemheiminn þannig. Og maður fór svolítið að sjá alls konar svona mynstur það hvernig fólk er haldið inn í svona fjárréttum. Já, ég sé þetta. Þá fór ég að spá. Nei, ég bara svona, þetta er bara mín upplifun, en maður sér svo marga lýsa sambærilegri upplifun.
og maður fór svolítið að sjá, heyrðu, rosalega passar þetta módel sem sett í þessa mynd við það sem maður er að upplifa. En svo allt í einu fór ég að hugsa, heyrðu, af hverju myndi elitan leyfa útgáfu og svona efni? Jú, ein ástæðan svo að þeir þurfa að ljúga fyrir opnum tjöldum, eins og þú varst að lýsa. Já, ég held reyndar að sko Truman Show lýsi betur ástandin okkar og eins og ég hef sagt með Truman kenningunni minni að við búum í Word Matrix sko. Já, lýsi betur eða ekki, mér finnst það margan hátt að lýsa bara sama módeli og annan hátt. Já, það er líka svo merkilegt sko, það er svo merkilegt eftir að þetta kom allt saman upp og maður er farin að velta fyrir sér á þessum nótum, þá sér maður að Biblían er fyrsta Matrix-bókin. Þannig séð sko, vegna þess að þú getur vaknað til meðutendar einhverjar svona blekkingar. Og aftur er þetta sama, það er logið fyrir opnum tjöldum. Ég var að hugsa til þessi vikunni varandi Íslandssöguna, því þú veist nú hvað, ég hafði svolítið gaman af kommentinu frá Markúsi sko, að sumir segði ég færi frjálslega með staðreyndir. Já. Og það var með glott á kallinu. Að hvernig maður túlkar staðreyndir er ekki á einkalegu elitunar sko. Nei. En ég fór að hugsa í kjölfarið, ég hugsaði, hvenær fór ég að efast rétta útgáfu á Íslandssögunni? Og ég verð bara viðurkenna, það var þegar ég var fyrir 25 árum síðan að lesa Hann skugga, las Prísingamenn Freyju og síðan Skammir. Já. Að þar kemur hann með mjög óvenjulega skoðun á landnámsöldinni og maður hugsaði, nei, veistu, þetta getur ekki verið, þetta er bara, hann er að segja hérna eitthvað allt öðruvísi en allir aðrir. Já. En síðan er maður að upplifa það núna, 25 árum seinna, að maður er sjálfur búin að uppgötva hluti og maður í dag, ég trúi skugga betur en sagnfræðingum háskólans. Já. Ég trúi honum miklu frekar. Eftir því sem maður styrkist í að sjá lygavefina, sko. Ég er ekki að segja endilega að skuggi hafi rétt fyrir sér, heldur bara ég trúi honum frekar en þeim. En já, en sko málið er það er spurning hvenær næst þessi sem að kallast kannski critical mass til þess að vakna sko. Við virðist vera komin ansi nálagt þeim massa sko. Sjáðu, nei, ég efast það. En þú veist hvað, við erum ofta rætt þetta, ég er mjög skeptískur á það. Ég sé meiri frekar aðgreining á milli þessara massa. Já. Massin sem vaknar og er tilbúin að ganga yfir Rauðahafið og massin sem ákveður að veðja á gullkórunni þar á. Já. Spurningin er hvað þetta er stórt hlutfall. Hvað voru margir sem fóru gegnum Rauðahafið? Var það 1% af Egyptum? Var það 10%? 3 milljónir. Hvað voru Egyptar margir þá? Ég hef verið að leika mig með töluna 1/3 hafi labbað yfir. Nei, 3 milljónir gyðinga sem voru í Egyptalandi. Ekki gyðinga. Það voru ekki gyðingar. Sem að? Gyðingar voru ekki til fyrir í Babylon 500 fyrir Krist. Þetta voru hebrear. Já. Það er eina við hugvillunum sem okkur er innprentuð. Já. Og últraorþódox rabbinar segja sjálfir, þessi mannfjöldi var samansöfnuður af fólki af alls konar þjóðernum. Að synirnir 12, bræðurnir 12, það er bara symbolismi, alveg eins og bara fyrir stjörnumerkin 12. Sko, ég hélt ég verið búin að tala með þetta í vídeónilega, allan var ég að hugsa það. Að stjörnumerkin 12 eru notuð til að mynstra allt fólk inni í stjörnuspekinni. Hvort sem við trúum að það virki eða ekki, þá eru stjörnumerkin 12 notuð til þess að lýsa öllu manngerðum af mannkyninu á mismunandi hátt. Svo eru alls konar reikniformúlur til þess að greina. Já, slitna eins og ég fór að hugsa, eru við postularnir 12 eða ættkvíslar 12 eru náttúrulega táknmynd, symbolismi fyrir þetta mánuðina 12, þar að segja allir komast fyrir í þessum persónugerðum.
Já, er ég inni? Allt í Já. einu svartur Já. skjár í einu sekúndu. já. Ég var að lækka bandvítana hjá mér. Já, ok. Nei, þú veist, ég held að þetta sé alveg í symbolismi og ég held að allan úlstraortodox-rabbinarnir viðurkenni það. En nú náttúrulega svolítið babb komið í bátinn að allt þetta stjörnu ævintýri bara lygasaga, sko. Þetta meina stjörnuspekina eða stjörnufræðina? Bæði. Já, sko stjörnuspeki náttúrulega bara mystík. Já, ég meina það engin svona Júpiter eða Satúrn stjörnur að þvælast þarna úti, sko. Þetta bara skáldsögur. Já eða nei, ég meina, veist, já, þetta, við vitum ekkert hvað þarna úti, við erum alveg saman það. Þú heldur að það sé eitthvað annað en ég held að það sé. Þú sé þessar nýju ljósmyndir sem eru svona stjörnutreil? Nei, ég hef ekki séð þér, ég er ekkert að fylgjast með maður. Ég bara, þú veist, ég er ekkert að fylgjast með samtímanum, sko. Ég er bara einhvern, já, ég get ekki raunhæft útskipt hvað í gangi hjá mér. Ég er samt að ranta á hverjum degi, sko, þó ég sé alltaf að reyna að hætta því. Ég ætla að sýna þér hérna mynd af þessu. Hvað er að gerast hér, nákvæmlega? Þetta ekki tekið á tíma? Jú, en við erum á 150.000, þetta miðað við þá lýsingu sem okkur er gefið, þá er þetta ómöguleiki, sko. Það ætti að vera, við erum á 180.000 kílómetra hraða á klukkustund, sko. Við erum á 105.000 kílómetra á klukkustund. Já, ok, og við snúumst í kringum hérna sólina. Já, í kringum ás. Og þetta er bara allstaðar. Þú veist, það er alveg sama hvar þetta er ekki tekið allt saman upp í norðurpólum, sko. Þú veist, þessar nýju ljósmyndir eru bara að sita alla þessa. Já, ég held að það sé nú, sko þetta fittar alveg inn í Big Bang módelið, þessi myndir. Nei, Jú, ég ætla að gera það. Hvernig færðu það út? Miðað við ef fjarlægðirnar sem okkur er sagt að séu þarna úti, ef að þær eru eins og okkur sagt, þá fittar það. Þetta hérna er kannski ein nótt sem þetta er svona, séðu? Já. Ég sé þetta, sko, ég ætla að grúski í þessu, ég er búin að taka skjámyndi þessu. Og ég ætla að pæla eins í þessu, en þetta, mér finnst þetta alveg geta fittað inn í sturlaða humanista módelið, sko. En ég er ekkert að segja að það sé rétt, sko. Við erum alveg spott sammála, þú veist, þó að þú hafir eina heimsmynd að þessu og ég aðra, við erum báðir sammála það að opinbera heimsmyndin er lygi. Ég vil eina heimsmynd svo ég hafi eitthvað til þess að ég verði ekki sturlaður. Ég ætla að trúa því að þetta módel sé satt þangað til annað kemur í ljós. Þú veit svona eins og heroinneitandinn, hann fær eitthvað annað efni meðan hann ná sig niður? Eitthvað svoleiðis, ég hugsa þetta á hverjum degi þegar ég horf upp í himininn, hvað er það móti? Ég gleymi því ekki þegar ég stóð undir björtum vetrarhimninum í fyrravetur og ég sagði bara upp í himingeiminn við stjörnunar, hvað eru við? Og þá allt í einu bara endurómar í hausnum á mér orðið traust. Við erum traust. Það er miklu meiri veruleiki fyrir mér heldur en öll módelin, sko. Já, svo var ég að sýna þér annað sem að ég kom reynda, hvort ég komið það fyrst fram opinberlega í Eyrarbreimi eða. Það er þetta nýja konsept á píramídanum, sko. Já, ég á eftir að klára Eyrarbreimið. Ég horfði bara á 4 tíma. Hvað voru þið lengi? Ég á eftir að klára. Já, það voru ykkur 4-5 tímar. En sko, það er þessi hverfi punktur, vanishing point. Sko. Já, þú ert mikið hrifinn af honum. Já, að sko, menn er að segja, hverju segir að jörðin sé flöt, það hérna, ef maður stendur upp á Everest, þá sér maður ekki allan heiminn, sko. En það er það sama, sko, ef þú stendur upp á Everest, þá heyrur ekki öllum í heiminum heldur, sko. Já, já. Og ég verið að velta fyrir mér þessi árátta með píramídan, sko, ef þú horfir á þennan vanishing point,
þetta píramidi sem þú horfur upp í toppina á, sko. Þannig að píramídarnir í Egyptalandi geta alveg eins fyrir kassar, við bara sjáum á hverfa í Vanisingsjökli. Nei, menn að þú veist, en sko, sanna það sé ekki, sko. Já, þessi píramídar á Giza eru náttúrulega bara cirka 200 ára gamlir og og eru bara svona tourist attraction eins og bara spilavítin í Vegas, sko. En sko, þetta ég held að þetta sé að hluta til áráttan með píramídana, sko. Þú tekur eftir því að mótmæli aldrei þegar þú heldur þessu fram með píramídana, þó ég sé ósammálaðir. Ég átta mig á því ég get ekki afsannað þess að þau eru. Nei, en og það þetta sem að, sko... Það ekki neitt í bókmenntum sem eldri en 200 ára sem að segir frá píramídunum. Nei. Ég veit það alveg. Og það það var nú gaur sem ég deildi myndbandi hjá og hann var að sýna, sko, liga söguna hvernig hún mótaðist, sko, í Frakklandi. Og en sko, það þetta sem að trikkið við að gefa okkur allar þessar fölsuðu heimsmyndir að við erum svo rangið, sko. Við sjáum ekki raskat, sko. Og ég eins og með þetta módel af stjörnunum, ég finnst þetta stórsnjallt, sko. Mér finnst, eru stjörnunar eins og okkur sagt, eða eru það ekki svo gott, getur myndin staðist, stenst hún ekki, þetta allt rangar spurningar. Spurningin ætti frekar að vera, að ég var að horfa á þetta, komd aftur með Star Trek. Skelltu Star Trek aftur á skjáin. Ef þú horfir á þetta eins og Vortex, það eitthvað sem að, segjum, að þetta sé að snúast, hraðin rangur. Þetta eins og með mýflugumódelið sem var eins og pæli í. Að mýfluga upplifir þig í raun og veru sem statik fyrirbæri af því hún fer miklu hraðar en þú. Já, ég veit. Ímyndum okkur, að þarna séum við að horfa á snúning. Við erum að horfa á sekundubrót úr snúningnum. Þarna erum við að horfa á snúning sem tekin ljósmynd af á einum sólarhring. Eða einni nóttu. Einni nóttu, já. Ok. Segjum sér svo að þessi eina nótt sé aðeins sekundubrót eða brotabrót úr sekundu. Ímyndum okkur að þetta væri gert á miklu meiri hraða. Ímyndum okkur að ljósmyndarinn myndi stillis upp frá 12 til 6 á nóttu á hverri nóttu í 7 nætur. Hvernig myndi hvirfillinn þá líta út? Við gætum verið þannig séð inn í miklu stærri vortex en við áttum okkur á. Að við þurfum að sjá módelið í víðara samhengi. Já, ég hef líka velt fyrir mér einu konsepti. Það þetta með transparent hún, menn hafa talað um það að þeir sjá stjörnur í gegnum tunglið, og það til dæmis þetta til dæmis í fána Tyrklands eða það sem með stjörnuna inn í tunglinu, Já. Það táknin upp á það að þú sérð stjörnur í gegnum tunglið, Já. Og ég er búinn að vera að fara út og horfa á tunglunum alltaf og ég eiginlega fann að velta fyrir mér stjörnurnar séu fyrir framan tunglið. Já. Að þær séu ekki fyrir aftan, Já. Það til þess með common sense, bara eitt varandi allar stjörnur, mínus reikistjörnunar. Þegar þú ert að horfa á stjörnu með berum augum, þá eru minni en blýantsóttur. Sumar stjörnur eru svo smáir punktar að þú þarft að, mátt ekki blikka augunum alveg í heila mínútu og þú verður alveg að píra augun og þá nánast nærð að sjá hana, Svo kemur eitthvað NASA uppvakningur og segir, ég með ljósmynd sem sýnir það, þessi stjarna sem heitir þetta, við þennan massa, þennan snúning, þennan hraða, þetta langt út og ég með myndir sem ég tók í sjónaukanum mínum sem eru geðveikt stór sjónauki, þessi linsan 1 eða 2 metrar á breidd, En svo ef þú rýnir ljósmyndina sem hann tók, þá sérðu að stjarnan sem minn en blýantspunktur hjá þér,
að hún rétt nær því að vera blýantspunktur í honum. Hann bara að sjá hvítan punkt á svörtum bakgrunni. Hann ekki að sjá neitt meira en þú. En hérna... En hann með heil fræði það hvernig hann túlkar það, sko. Theoretical physics, lifa steipa, sko. En sko, það var, ég byrti nú myndband af því, held ég, vídeói, það sem að var gaur, sko, sem að læra eðlisfræði eða einhverja svona fræði og hann hringdi í, sko, hann var að reyna að panta tíma í Hubble teleskópnum, sko. Já, ok. Og... Ég vissi ekki að hann væri hægt. Nei. Og hann var að segja, sko, þeir svona sögðu eiginlega við hann að það engin tími í Hubble, sko. Og hann, þetta var svolítið ruglingslegt myndband hjá honum, en niðurstaðan hjá honum var að Hubble væri ekki uppi, sko. Hann hefði aldrei farið upp, hann var í blekking. Já. Og það sko flugvél, U2-ar, sem fljúga í gríðarlega mikilli hæð, sem eru með, sko, sem eru bylgjuskannar í raun, sko. Og eru með teleskóp líka. En þeir eru ekkert upp í neinni hæði eins og Hubble á að vera, sko. Þeir eru festir á flugvélar, sko. Og hann var að segja, sko, að allt þetta Hubble drasl væri úr þessum flugvélateleskopi, sko. Já, ég get alveg keypt það. Ég alveg til í að kaupa það. Já, einmitt. Ég ætla samt að halda árum að trúa á Hubble síðan, en ég átta mig á að það bara trú. Nei, þú veist, ég alveg tala. Ég ekkert, þú veist, ég meina, sko, 1500 eða var það 1400, hvenær voru Kopernikus og Kepler, var það ekki á 15. öldinni sem þeir voru að gefa út bækurnar sínar? Getur við að googla það bara í hverli? Bara svo við veitum nákvæmlega hvenær þeir voru. Því ég ætla ekki að hreyfa við bændbreytin, ég ætla með svo slökku á Dropboxinu. Já, ég líka með svo rosalega fínt internet. Hvað segirðu, hvernig Kopernikus? Já, bara, þú veist, þá kemur það strax á skjáan hvenær hann voru uppi. Kopernikus. Já, Kopernikus, já. Hann skrifaði vísindaskáldsögu, minnir Kopernikus eða Kepler, annarkvort þeirra, skrifaði vísindaskáldsögu sem gerist á tunglinu. Fáir sem veit það. Á hvað gerist hvar? Á tunglinu. Já, hann fæddur 1473. Já, þetta svo margt að gerast þarna. Sko, hann 20 árum yngri en Leonardo da Vinci, sem ég búin að debunka var ekki til. Já, einmitt. Hann eitt hóksið líka. En Kepler. Tekka á Kepler líka. Já, hérna þessi U2, ég var búin að finna hana. Kepler. Jóhannes Kepler það? Já. Hann fæddur 1571. Kopernikus að deyja 1543. Já, ok. Það svona þeir byggja Kepler byggir á Kopernikus eða eitthvað slags. Ok, flott Þetta að gerast, sko, þannig sko, endurreisnin hefst með Leonardo da Vinci. Hann fæðist minni mig í kringum 1450. Jóhannes Gutenberg kemur með prentsmiðjuna í kringum 1450 líka. Svo svolítið merkilegt fyrir að fara að lesa Gutenberg, Sunna nei. Svo fyrir að lesa Gutenberg og það kemur í ljós að það ekki vitað hvort kallinn var til. Það bara segir á Wikipedia Gutenberg að já, það voru nú fleiri að gera svipaða hluti og það mennir ekki alveg viss að hann hafi endilega verið með þessa prentsmiðjur. Hann bara notaður sem táknmyndin fyrir það. Alveg eins og Leonardo da Vinci táknmynd fyrir stolna þekkingu frá Andalúsíu. Já. En þetta eru guðfeður humanismans. Og humanismin býr til þessi módel, til dæmis Himin geimnum og allir því, og hvenær var hann brendur, hann sem æðsti presturinn í þessum söfniði, hann Bruno, Giordano Bruno, hvenær var hann brendur? Bruno. Hann svolítið ættfaðir, sko, fyrir heimsmyndar sem að menn að gera sér af alheiminum í dag, sko. Hvað heitir hann meira Bruno, sagður? Giordano Bruno. Hann hérna, betur nú við. G-I-O
R-D-A-N-O, Giordano Bruno. Hvað séru, G-I-O, R-D-A-N-O. Já, hérna hann. Já, hann 1548 til 1600. Já, hann drepinn í kringum 50, sko. Þú sjáðu, þú veist, þetta eru guðfeður heimsmynd samtímans. Sko, tökum heimsmyndina sem þessi menn búa til. Bara árið 1600 eru þeir búin að búa til alveg geggjaða heimsmynd. Frá 1600 í 400 ár hefur þessi heimsmynd ekkert breyst og ekkert þróast. Ekki neitt. Það var ekkert nýtt komið fram nema hugmyndin svarthol sem ég held að Einstein sé eignið, sem er mjög flott mýta. En hérna, það ekkert í gangi sem leyfir innan húmanista heimskerfisins sem fæðist þarna fyrir 5 öldum, sem leyfir þér að efast þessa heimsmynd. Bíddu nú hægur. Þegar ég var að horfa á Kosmos-þættinu daginn með Carl Sagan, og ég horfi reglulega á þessa þætti, sem eru reynda byggðir á þessari húmanista, að þá tók ég eftir einu. Það var ógeðslega algjör snilld. Þegar Kepler og Kopernikus voru búin að reikna hreyfingun á reikistjörnunum, sólinu og tunglinu og jörðinni og komnir fram með sólmiðjukenninguna, þá byggðu þeir tannhjólamódel til að sýna gang himintunglanna sem gekk upp, sem virkaði. Og Carl Sagan sýnir þetta og öll húmanistavísindin alveg bara sjáðu loksins bara sannleikurinn. Síðan sýnir hann í bara svona, sást bara á skjánum í 2-3 sekúndur að það voru til teikningar og módel sem flatjarðar kaþólikkar höfðu verið að nota í meira en 1000 ár sem sýndi líka að heimsmyndin virkaði. Nema það má ekki fjalla það má ekki skoða það. Hún var alltaf mikið mix en hún fokkings virkaði. Það má ekki tala það. Já, það virðist vera sko ráðandi öfl þurfa alltaf einhvern veginn að feika þetta sko. Eða veist, svo virðist lygin ganga fram og tilbaka sko. Maður skilur ekki alveg af hverju það sko. Sko það sem gerist, það sem gerist hjá, sko ég veit ekki lengur hvað satt og logið. Alveg eins og ég að reyna að segja var þetta Nürnberg-réttarhöldin. Ég veit ekkert hver sannleikurinn á bak við þau, ég veit ekkert hver sannleikurinn á bak við revísjónismann, ég bara trúi því sem Biblían segir, þetta allt saman lygi. Já. En ég verið að velta það fyrir mér, sko, ég að leita reyndar af vídeóinu, það sem hann sýnir þetta. Já, sko... ég get ekki skjámynda því ég er búin að slökka á Dropboxinu. Já. En það sem, já. Ég var sko, þarna þetta fræga moment með hann eplið í trénu gaurinn hann. Já, Isaac Newton, hvernig var hann uppi? 13-1400? Já, en sjáðu sko, ef að hann hefði á sama tíma séð eplið detta úr trénu og heliumblöður á sömu stærð fljóta upp, hann tekur bara eina bókina, bara eina bókina lært, skilur við. Já. Sko, hann gerir enga grein fyrir flótinu, sko. Já, það enda búið að útskýra það, sko. En ég sé hvað við, ég sé alveg hvað við. Þetta, sko, það sem ég er að horfa á, alveg eins og vorum að tala með, er jörðin flöt eða ekki, eru stjörnurnar eða ekki. Það skiptir mig voðalega litlu máli. Vegna þess að ég sé til dæmis á þessu mómenti þegar Carl Sagan næstum því sýnir mér gömlu módelina, þau virkuðu líka, að þá nei, hann ekki að segja að ég ætla ekki að, þetta var það, já, og sjáðu, þarna var eitt punktur í því sem gekk illa upp og svo, heyrðu, tölum annað. Þetta er eins og með Richard Dawkins, snilling sem að tæta trúarbröðin í sig og höfundurinn af The Selfish Gene og The God Delusion. Og allur heimurinn, já, hann greinilega svona, hann evolutionary scientist, já, hann svona biology evolutionary scientist.
hann prófessor í fagi, minni mig, ég man ekki hvort það var Oxford eða Cambridge, hann prófessor í fagi sem heitir vitund almennings vísindin. Já, einmitt. Sem fínt orð yfir propaganda, hann prófessor í propaganda, fokkings lígara laups, hypokrit, já. Og hann hefur viðurkennt að þessar sjónvarpsseríur hans propaganda. Rupert Sheldrake fletti snilldarlega ofan af því og það á sheldrake.org. Þeir nota bara fínt orð yfir það, ég man ekki hvað það kallað, það byrjar á M eitthvað. Skiptir ekki máli. Þú veist, það allt lygi, menn eru endalaust að selja einhvern sannleika. Ég hafna öllum sannleikum sem eru seldir. Bara by default. Já. En svo geti sofið á nóttinni, þá ég tilbúin að trúa því að séu plánetur að nótti. Smá placebo. En hvað þær eru, ég hef ekki hugmynd hvað þær eru. Ég veit bara Einhver var að segja að þetta væru demantar. Demantar væru... Þess vegna. Ég meina, þú veist, geimurinn sjónleið. Það alveg eins og þessi mynd, mér finnst þessi Star Trek mynd æðisleg. Ég fíla þetta tætlur, ég ætti virkilega að gera með náttúrusvöld. Já. Sko, ég var að vinna þegar ég gerði God's Will. God's Will segir við erum fangar á þessari plánetu. Og við komumst ekki frá henni nema að vinna úr salunum okkar. Og ég hef alveg minnst á þetta þema ekkert oft. Ég vinn ekki oft með þetta. Þú veist, það sem í God's Will, það stendur bara fyrir sig sjálft. En það margt sem ég sett, margt sem í þessari bók var ég ekkert viss ég tryði sjálfur á þeim tíma. En þess að þú veist, ég bara tók við þessu og flettur svo áfram eins og ég upplifði ég ætti að gera. En síðan var ég eitthvað að hlusta svolítið á Michael Tsarion tíma, í kringum það tímabil eftir ég skrifaði orðatal, þá var ég svolítið 2014 að hlusta svolítið á Michael Tsarion og hann var að snerta á mörgum punktum sem eru skyldir því sem ég fjalla sjálfur, eins og Marandi Miklaran og fleira. Hann svo eini sem verið að tala Female Illuminati, ég vissi ekki einu svona af því nema því hann var að tala Já, ég veit. Sem að tengist þessu hugtaki með lægurnar á Íslandi, sko. Já. Og Michael Tsarion segir þetta sama, við erum fangar á þessari plánetu. Og það margir sem að taka eina streng. Ég selði ekki dýr að ég keypti á, en það meikar svolítið sens, því meira sem horfir á alheiminn og samsetningu efnisins og eðlisfræðina og allt þetta. Það meikar svolítið sens að við eigum ekkert að sjá lengra en bara stjörnurnar sjá þær á himninum, við fáum ekkert að sjá meir. Fáum ekkert, og það meikar sens með það sem ég fekk í sín 2012 minni mig. Við höfum ekki nægan þroska til að fá að sjá lengra, við erum of hættuleg umhverfi okkar. Já. Og því meira sem ég horfi á þjóðfélagsumræðuna, þú veist, bara eins og vorum að tala um maður að fjalla ýmsa hluti og birta ýmsa hluti og fólk var að sjá ýmsa hluti. Ég meina, Íslendingar ennþá rífast það að Sigmundur Davíð hafi logið í sjónvarpsviðtali. Þroskinn ekki meira en það. Já, hann laug ekki í sjónvarpsviðtalinu með það. Ekki að mínu mati. Ekki með það sem hefur komið fram. Já, sá spuni nú alveg bara, ég var einmitt að blogga undir fréttum þetta áðan, sko, þetta alveg bara, fólk bara ennþá með sömu stælana, sko. Já, svo sér maður í athugasemdum, sko, já, en hann laug samt, já, þau eru samt með peninga á nóti. Og maður hugsa, byrju, hvaða öfundsýki þér? Já. Nota bene, af því ég gerði 2 íslensku vídeó í morgun. Já, ég búin að sjá þau bæði. Ég gerði þau bara því mér langaði að gera vídeó, já, það ekki að segja. En ok. Eitt sem ég var að hugsa bara í gær og ég hugsaði að ég hef átt að koma þessi í annað vídeóið. Ok, Anna, heitir hún ekki Anna Sigurlaug? Jú, eitthvað svoleiðis. Pálsdóttir. Allan Anna Pálsdóttir. Það var margótt komið fram að þessi peningur sem hún á arfur sem hún fekk. Hún ekki fjárglæfran. Hún fekk bara arf, þetta bara svona venjuleg kona sem fekk arf.
Og hún fæddist inn í elitunni, ég meina, how lucky can you be? Býtur við. Guðbjörn Jónsson búinn að sýna fram og mjög líklega hafi þeir verið að reyna að stela þessum peningum af henni. Og hann hefur útskýrt það mjög vel. Já. Ég veit ekkert hvort það rétt hjá honum, en útskýringin hans hann svo eini sem hefur sagt eitthvað að vita þennan Panama-þvætting. Heyrðu, allt innum fattar þig, heyrðu. Það enginn að tala það hvernig þessi 50 milljarðar, það var ekki 50 milljarðar. Nei, 50 milljónir. Hvað var þetta mikil peningur? Milljarður, þetta voru 1000 milljónir. Já, þetta ég held að það eigi milljarð, sko. Já, þetta var milljarður, ok. Býttu nú við, ég man eftir því, skömmu eftir hlut, að þessi kall, Páll, hann ekki dáin held ég. Nei. Hún var bara að fá fyrirframgreiðan af. Já. Þessi kall sem ekki útgerðarmaður og eigum. Nei, það svo sem keypti af pappina, sko. Ja, hver þá þessi Páll? Nei, hann hérna hvað dóttir hún, byrjum á því. Hún Pálsdóttir. Nei. Þannig að hver fékk afskrifaðar 50 milljarða vegna Toyota umboðsins? Já, hún Pálsdóttir. Já, það útgerðarmaður sem keypti af pappina, sko. Ég held að það verið Páll. Nei, hann ekki útgerðarmaður, sko. Pappina, ég held ekki. Pappina þarna P. Samuelsson eða hvað heit. Já, einmitt. Páll Samuelsson. Það var annar útgerðarmaður sem keypti þetta á honum á einhvern svaka pening og það væntanlega arðurinn sem hún fékk var hluti af söluandverðinu, sko. En svo fékk hann afskrifað hann alveg dópið. Já, það var útgerðarmaður sem keypti, sko. Hann var ekki að borga, hann tók náttúrulega lán fyrir kaupunum á Toyota umbúðinu. Íslendingar ekkert að fóru hún sauman á þessu, þeir ekkert að spá í það hvort þeir ætti ekki hreinlega boykotta Toyota. Nei, ég þarf að eiga Cruiser og Hilux og Yaris. Og þeir líka ekkert að skoða, sko, hina sem kom á listanum, sko. Já. Innanríkisráðherra og fjármálaráðherra, það enginn að velta sér upp úr því, sko. Já, ég meina, öll bílainflutningafyrirtækin voru gjaldþrota eftir hrun og voru endurgefin einhverju fólki. Það enginn að spá í þetta, það enginn að spá í það hægt að boykotta þessi fyrirtæki og setja þau hausi. Endanlega, nei, við fyrir nýjan bíl. Vegna þess að Íslendingar standa ekki fyrir mig. Já. Og hvernig á maður að tala við svona fólk? Hvernig á maður að, þú veist, maður til þess búin að fatta einhverja hluti sem búið að kosta mann sko svita og blóð. Á maður að gefa það frítt áfram. Já, sko. Fólki sem stendur ekki með sjálfum sér. Hvers virði þetta skýt? Hann náttúrulega bara... Sorry, ég ætla að gefa hann eiginlega. Hann bara útsölu rusl, sko, sem enginn vill eiga. Já. En ég held ég veit hvað ætlar að segja. Ég að tala vegna sem ég að gefa vitnisburð. Ég að tala fyrir sjálfum mig. Já. Ég ekki að reyna að búa til neina hreyfingu eða fylgjendur eða áhverjandaskara. Ég bara, ok, þarna fattaði eitthvað, ég ætla að tjá með þessu það. Já. En, þú veist, ég náttúrulega flókinn og ófullkominn allt það, sko. Ég að leita ég ennþá að leita að Gravity myndbandinu, það svo flott hvernig þeir sýna, sko, þeir að tala sko Gravity is density. Já. Sem annað orðið við massa. Já, það virðist vera miklu réttari kenning heldur en þessi fullkenning sem verið með í gangi, sko. Þetta segir, sko, ef að Isaac Newton hefði séð á sama tíma heliumblöðru stíga upp að þá hefði kenningin orðið allt öðruvísi, sko. Já. Já. Ég stendur mína kenningu, gravity hraði. Það afleiðing af hraða. Já, ég held að drasli fljóti, sko. Ég held að það bara flót, sko. Þetta eins og kastar steini og korktappa hún í vatn, sko. Annar bara blúps, en hinn flýtur á toppnum, sko. Með öðrum orðum, þá erum við að sjá, sko, hvert svo sem mótilegur og hvað svo sem sannleikurinn
Það þarf að endurreikna allt draslið. Men sjáðu bara, ég var að pæla í vikunni, segjum að vera þetta fara út fyrir gufuhvolfið. Ef að veruleikinn utan gufuhvolfsins allt annar en við höldum að hann sé, þá komumst við ekkert þangað út. Nei, það ekkert, sko, ég held nefnilega að íþerinn vökvi, sko. Já, ég veit að þú hefur talað um það og mér finnst það ekkert, það stemmir til þess við kenninguna mína alheimurinn massi. Já, vatn massi, ekki satt? Jú, ég er búin að rökstyðja þetta, ég gerði vídeó til að sýna hvernig ég kemist þessu niðurstöðu. Já, mitt. Og þú veist, ég kemst ekki þarna út. Ég trú ekki lengur að NASA komast þarna út. Ég alveg til að gefa þeim benefit of doubt, kannski geta þeir flogið til Mars, kannski Mars bara annar staður á jörðinni, þeir halda bara þessi að fljúga þangað. Þú veist, það voru við aftur komin að pælingunni vanishing point sem mjög góð. En mér sama þetta líka, það sem að mér finnst áhugaverðara að það enginn að tala um Venus. Þeir segja sig ekki hægt að fara til Venus, þeir segjast að það verið búin að finna það út á 4 eða 5 flugförum þangað, samt þeir búin að fljúga 20-30 ferðir þangað. Hver þeir að leita eftir? Hvað þarna í gangi? Hvað verið að ljúga þar? Og það segir mér að allir þessi áhugi manna á Mars segir mér að það eitthvað lygi að í gangi. Hver lygin það veit ég ekki. Já. Ég get keypt það hjá þér. Og inn í því módeli, sko, ég alveg til að segja, ok, segjum að alheimurinn sé eins og þeir segja hann sé, ok, ég alveg til að kaupa það. Segjum að Venus sé það sem hún Hvað ef það eru þegar komin 2 eða 3 bases á Venus sem við vitum ekki Við myndum ekkert vita það. Það eina sem við vitum það sem að NASA og rússneska NASA segja okkur. Kínverska NASA ekki að segja okkur neitt. Þeir halda sínu. Þeir virðast vera að endurvinna lígamaskínu NASA, sko, í Kína og Rússar hafa náttúrulega alltaf verið með þessa lígamaskínu í gangi, sko. Já. Sko, ég held að það þess sem ég er svo miklu áhyggjur að þessu þegar menn að treysta á Rússa og Kínveri að þessi muni bjarga þessu hinn og da. Þannig þeir eru allir upp fyrir haus í þessu Illuminati líga drasli, sko. Algjörlega. Það eina sem sko, já, ég alveg sammála þessu. Ég mikið verið að pæla í þessu og að það alveg sama hvar þú drepur niður í þessari jaðarmiðlum og samsæringarmiðlum. Tökum bara svona fyrirbæri, ég var að hlusta þarna á hann Alfred Weber daginn. Það var góð kona sem að bara posta viðtali við hana Jane Morey eða Janet Morey eða hvað hún heitir. Hún með mikla ástríðu fyrir jesúitum. Og það kettlingin sem talar alltaf í símtól. Skemmtileg kettling og ég gaf hann að henni þegar ég gef henni tíma. Hún var þarna með alveg 2-3 tíma með kallinum í 2 sessjónum að fjalla jesúitana og fóru við marga skemmtilega punkta og Marta þessu stóðst glettilega vel hjá henni. Hún var í rauninni að segja að þetta ekki frímúrararnir heldur jesúitarnir. En hún endar svo að segja, heyrðu, fylgist þið með Putin, hann góði gæinn, hann ætlar að redda þessu. Já, einmitt. Það ógeðslega margir sem enda á einhverju svona, sko, meiri segja ekki Ímran, hann Putin-mella. Það er allir að glenna klofið eða gera það neður sem fyrir Putin, sko. Það virðist vera eins og að tala núna að sko eins og Merkel og Rússar að þeir séu að þetta lið sé að losa sig undan valdi þessa sturlaða hluta Illuminati í dæmsins, sko. Ég ekkert viss það. Ég ekkert viss það. Ég varast, sko, þú veist, það freistandi að hugsa þannig. Þú veist, þessi hugsun hefur hvarflað mér líka. En það kemur bara aftur upp þetta, maður búin að vera svo lengi engiðistrúar, maður búin að vera svo lengi að horfa á heimskerfi Satan sem svona diskókúlu af legablekkingum. Já, ekki bara kúlan að snúast, núna það bara að breytast þarna þessi ljósgeisli og gulu yfir í fjólublátt eða appelsínugult eða eitthvað annað.
Já. Og þegar maður fann að horfa á eins og bara þetta, þegar í hvers skipti sem Pútín hverfur á sjónarsviðinu í 10-12 daga, þá kemur í ljós að Henry Kissinger var í heimsókn í Rússland á sama tíma. Já. Ok. Svo birtist mynd þar sem að sést í vídeo þar sem þeir eru að tala saman, bara 2 einir inn í herbergi, stóru fundarherbyggi, eins og Pútín sé að tala við sko afabróður sinn. Já, þetta eru náttúrulega, það elítan sko, með svona fjölbragða glímu sem þeir þykjast vera að slást og svo eru bara fyllir í og eftir sko. Já, eða eins og þarna þegar Q-tilraunin var í Tyrklandi daginn, að þá var Kerry óvart í heimsókn í Moskvu sólarhring áður. Já, og hún Newland bitsið þannig. Já, ég þekki hana ekki sko. Hérna er ein mjög góð pæling sko. Það sem náttúrulega gott við þetta flata jarðar pælið, það er allir að pæla eitthvað sko. Já. Og bara fyrir það að fólk að nota heilasellunar það jákvætt sko. En hann það er gaman að því sko. Já, hann að tala spegla sko. Já. Það sko, ef þú tekur spegil, bara næsta spegil, þá nærðu ekki svona fullkomni spegilmynd nema að sé alveg renni sléttur sko. Já, ok. Það finnum við ykkur alls konar aðra pælingar hérna. En sko, hann að tala að þú nærðu ekkert svona mynd, svona spegilmynd, ef að það er bogi í jörðinni, þá er þetta allt sem hann bjagað sko. Já. Hann að pæli því sko, hvernig nærðu svona spegil sléttu vatni sko, fleiri 10 eða 100 kílómetra sko. Já. Þetta er mjög góð pæling. Já. Og já, svo fer hann í þessar pælingar hér sko. Að þessi stautana 2 sem þið settu niður sko, það gat alveg gengið upp á kúlujörð og flatjörð sko. Já, það stendur, það virkar. En það sem mér finnst sko merkilegast í öllum þessum pælingum er að, og þess að segja, það ljúga allir sem selja mér einhvern sannleika. Ég er þá fyrst til að hlusta á einhvern þegar hann er, alveg eins og ég gerir sjálfur í mínu eigin efni, þegar hún með drullu sama hvað mér finnst það. Já. Þá finnst mér að hlusta á hann sko. Já, ég er ekkert fallist á hvora kenninguna sko. Ég er bara að hlusta á fullt af fólki tjá sig þetta sko. Menn alltaf, hvað segir þetta að segja að vera þessi flött? Hvað segirðu, hvað meinar þú? Ertu að segja það? Þá getur alltaf ekki farið í framboð. Nákvæmlega, þú veist, þetta er alveg eins og ég er að ráðast á Richard Dawkins. Ég var eitthvað nefnilega að undirbúa, ég var búin að vera að undirbúa í huganum vídeó sem ég ætlaði að gera til þess að tæta hann í sundur. Og eins einfaldan hátt og ég get, það er svona, ég með að tilbúið í hausnum. Ég vil ekkert að hann hætti að röfla. Nei. Það er fullt af hlutum sem ég er að pæli sem ég væri ekkert að pæli ef hann væri ekki að röfla. Já. En hann hefur engan fucking sannleika. Nei. Og það er eins og ég er búin að vera að hlusta svolítið á Alex Jones meira sér núna sko. Já, og eða eins og með flatjörðina. Ég trú ekki á flatjörðina, en mér finnst þetta alveg heillandi kenning. Þó ég sé ekki sökka mér hún hérna. Ég veit að það kemur frá þér eða einhverjum öðrum í kringum mig. Ég er ekkert að grúska í því sko. Nei, ég veit. Og það finnst mér einmitt skemmtilegast við röndin er að það eru svo margir að tjá sig eins og varst að tala um sín grúsk. Það er gaman að þessu. Já, svo reyndar er eitt sko, ég var að tala við daginn sko, að þegar ég er að hlusta á fólk og það er ekki með sínar eigin hugsanir, það er svona bara að kópera eitthvað annað, þú heyrir það strax, ég heyri það allavega strax í dag, ef ykkur er bara að segja sem ykkur annar sagði sko. Það er eins og með Morris, hann er ekki copycat sko, hann er að svona brjóta heilan þetta sjálfur sko. Já. Og er svona sjálfur að hugsa og hann er með fullt af sínum eigin hugsunum sko. Og það hefur konstant vini alveg eins og þarna Russian Bear og Joaquin Flores. Já, þeir eru operatorar sko. Ég hef ekki hlusta á það á síðan sko. Nei, engan á. Ég bara netti þeim ekki með. Ég gaf út svarvídeó við þeim. Það er búið að fá 200 áhugn. Já. Og en Morris er hættur að svara mér ef ég skrifa honum.
Já, einmitt. Já, hann er svolítið kall, sko. Ég er stundum að velta fyrir mig hvort hann sé fyrrverandi MI56, sko. Já, ég pælti þessu líka. Og eða núverandi, ég er nefnilega komin sko alveg heilan hring með Morris. Ég er ekkert viss lengur að hann sé genuine. Nei. En ég hlusta á hann. Þú veist, innrás Tyrkja í Sýrland núna, ég hugsaði, ok, helgin ætla ég að athuga hvað Morris er að segja um þetta. Ég veit ekkert þessa hluti fyrir ég veit hvað Morris er að segja um þetta. Ég hef bara ekki gefið tíma í Morris fyrir hálfa mánuð. Nei, en þótt þeir séu agentar, sko, ég tek reyndar eftir með Alex Jones, sko, hann kemur svolítið inn og út, sko, hann stundum hann way off bara að bladra út áróðri, sko. Já. Og svo dettur hann inn aftur það sem hann að koma með useful information, sko. Já. En svo verður maður alltaf aðeins líka að hugsa, sko, út frá sínu megin réttrúnaði, sko. Já. Er maður, ef hann ekki inn á þeirri línu sem maður á þann daginn, maður þá að dæma menn bara ónýta, sko. Já, þetta mjög varasamur punktur, sko. Já. En ég var að hlusta á Shakin daginn, var í Malasíu. Já. Og loksins með Mike sem að heyrðist eitthvað í, sko. Og þá var hann að bara tala sko, peningakerfið og okurvextina og að við á Vesturlöndum væri ekki með neitt frjálsan markað, sko. Og hann var að segja, sko, að hjá múslimum og íslam þá væri þeir væri að syndga frá Íslam að taka þátt í þessum svika markaði sem í gangi, sem allur manipuleraður og allur uppsvikin og falsaður, sko. Já, hann hefur verið yfir að senda sín eigin fólk í pillurnar, sko. Já, og svo var hann að segja, sko, að versla með gjaldmiðla sem að hafa ekki verðmæti í sjálfum sér er bara heimska, sko. Hvað það haram? Já, dínarinn alltaf Þú veist, ef þú ert í lagi þótt að halas, en ef það þú veist, eins og alkóhóli haram. Já, það er rétt, það er haram. Thumb down. Já. Og hann bara spot on, sko. Þessi nývöknuðu hérna Vesturlandabúar sem eru jafnvel margir að hatast út í múslima, sko, að fatta þetta með peningana og það sem hann að segja, sko. Hann búin að vera að tala um þetta í 20 ár, sko. Já, einmitt. Sem minnum að veit, bara svona sem svona, hvað heitir það svona skemmtiatrið í bíóni, hérna, hvað heitir það alltaf hérna, aðilinn sem í bíómyndinni sem svona skemmtiatrið. Ég veit það ekki. Þú veist, ef þú ferð á YouTube og slærðin Nora Thea Healy, það er skemmtileg stelpa, hún býr í Kanada, hún er líbönskum ættum, múslimi. En Nora Bill Thea Healy, T-E-A-H-E-L-I, ef ég mann það rétt. Drungstelpa. Já, hvað sér Nora? Nora Thea Healy. Hún með 3 einhverjar, Fashion, Beauty og eitthvað eitt. Fashion, Beauty and Faith, eitthvað slíkt. Já, hérna bara Nora Thea Healy. Já, hún ef þú ferðin á rásin hennar og slærið inn í leitabóksið Haram Police, eitthvað sliðis, þá farið að sjá eitt vídeó sem að fólk hefði gott að sjá, bara þú væri til að skella upp á skjáin bara mynd af því, sko. Það hún bara með eitt vídeó hérna? Ná, þá það glönnur rás. Já, ok, veit. Hún átti alveg helling, hún gerir rosalega mikið af vídeóum förðun og svona. Ég að prófa að opna hérna Firefoxin. Eða nei, ég opna bara Vivaldi. Nei, ég býða. Ég með 8 GB vinnsluvenn. Já. Þetta er frábært vídeó. Hún hérna Hanan. Hún með kennslumyndböndi í því hvernig hún setja upp hijabið, sko. Já. Slima stelpa sem býr í Kanada, sko. Hvað sér, Nora, hvernig að skrifa? Thea Healy eða eitthvað svoleiðis. Ég að bíða eftir að Vivaldi koma á skjáin og geti leitað þessu sjálfur.
bara hægvirkur, ég finnst hann leiðilegt með Vívaldi, hann hægvirkur í gang, sko. Já, einmitt. Notar ekki bara annan glugga á Chrome-inu eða? Ég er með Chrome stillt þannig að það er ekki svo öðvöld fyrir mig. Já, ok. Í Hangout glugga, sér glugga, sko. Já, einmitt. Svo. Já. Frjósa mér, nei. En svo annað sem þú myndist á sem öryggisstofnunin þarna, þjóðaröryggisráðið eða hvað heitir? THILI. Já. Sjá hvort þetta sé, Beauty, Faith, Fashion heitir það hjá henni. Sjá hvort ég finna þetta vídeo. Þarf maður kannski vera sub hjá henni til þess að finna. Hún er greinilega búin að taka það át eitthvað, sko. Það er bara með eitt. Já, það er bara eitt vídeo þannig. Já. En kannski sér maður ekki fleiri, þetta. Greinilega búin að taka það át. Já. Þannig að hún er búin að hreinsa eitthvað til í rásinni sinni. Ég prófaði að leita Haram Police, þetta var nefnilega snildar vídeo og synd að það er farið. En fólk hefði samt góð. Hún er 35.000 subs, sko, eða hvað? Já, hún var mjög vinsæl, hún var að ranta alveg á fullum alls konar hluti. Og ég var subscriber hjá henni tíma, af því að ég hafði gaman að fylgjast með. Þetta var svona ung, venjuleg stelpa, að fjalla hluti sem voru áhuga, tíska, förðun, setja upp hijabið sitt, hún var. Og svo inn á milli, eins og hún segir hérna, Beauty, Faith, Fashion, sko. Fallum förðun, fallum tísku og svo fallum sína trú. Og hún með fullt af frábærum vídeóm, mörg þeirra með alveg 20.000 áhrifa og þar á meðal var Haram Police. Þar sem hún tók mjög skemmtilega fyrir á 5 mínútum alla þessar réttrúnaðar hérna gaura í Ísland. Mér fannst svona, ég sagði, þetta er flott vídeó fyrir og þetta flott rás fyrir alla múslimafóbana til þess að sjá að múslimaheimurinn er alveg fjölbreyttur og Vesturlandaheimurinn, sko. Já. En finnst þér ekki grátlegt hvað eru margir sem falla í þessa múslimahaturs stríðsáróður gildru? Mér finnst alveg, ég held að fólk ætti að vera svo skynsamt eitthvað. Jú, þetta er svo transparent áróður, sko. Mér finnst þetta alveg stór merkilegt og mér finnst ekki síst merkilegt eins og við höfum báðir verið að pota aðeins áminna aðeins að sigurfrefin okkar. Já. Þegar menn fara svo bara svara fullum hálsi fyrir það og réttlæta það til hægri og vinstri, sko. Já, með svona einhverjum útisnúningarrökum, sko. Já, veist, eða eins og þetta, það er greinlegt að þú veist ekkert Íslam. Ég ætla ekki að fara að skrifa ritgerð í kommentaþráði til þess að sanna fyrir einhverjum hvað ég veit Íslam. Ég er að áminna þig fyrir að taka ekki þátt í stríðsæsingaáróðri og rasisma. Þegar þú veist betur. Já, ég meina, hann hefur ekki lagt fram einn rök fyrir einu, hann er bara að tyggja stríðsáróður, sko. Í rauninni hefur hann ekki lagt, það er alveg rétt, hann hefur ekki komið með góð rök, en hann hefur komið því sem er mikið af tilvitnunum í alls konar heimildir. Já, sem eru bara þekktar áróðusstofnanir, sko. Já, sem er mjög, ég hugsaði daginn á ég að taka það sem áskorun að fara í gegnum 2-3 greinar hjá honum og rekja heimildirnar hans, sem er mjög auðvelt að gera, sko. Og ég byrjaði eitthvað að rekja 2-3 svo hugsaði ég, nei, ég ætla ekki að fara út í hennar slag. Ég ætla ekki að fara út í hennar leiðinslag. Nei, ég held að reyndar að hann sé svo langt leiddur að það er tímaðislega eiga við hann, sko. Já. Ég er að vera skoðun. Það er búið að gefa honum áminningu. Hvað hann gerir við það er hans mál. En það er ekki bara hann, sko. Það er bara, maður sé bara hvern og fætur öðrum. Eins og allir mannstu þannig að sjónvarpsþátturinn í Svíþjóð og það sem var sagt að einhverju Ringiby-hverfinu hefur keyrt á sjónvarpsmenn, mannstu? Nei, maður ekki eftir því, nei. Ég sá það ekki. Nei, ef þú horfir á það vídeó og sér að fréttamaðurinn svona hendi sér á brettið á bílnum, sko. Já, ok. Það var eiginlega hann sem að reiðast á bílinn en ekki bílinn á hann, sko.
Já, fólk sér svo mikið það sem það vill sjá, sko. Já, já. Ég meina það til fólk í mínum hring sem að setja út á íslam en ekki taka þátt í þessum rasisma stríðsæsingar. Nei. Og svo svo skrítið sko í Svíþjóð, þeir eru sko Svíar að taka inn allt þetta fólk og sama tíma að væla undan því sko. Já. Og sko óvinurinn ekki múslimar eða íslama trúandi fólk eða þetta fólk sem kemur austan að. Ég meina ekki það múslimar sem hafa verið að slátra börnum á fóstræðingastöðum daginn út og daginn, sko það eru tugir eða hundruð þúsund eða milljónir af okkar fólki sem drepið á spítulunum, sko. Já. Tökum eitt dæmi varðandi múslima áráðurinn í Hollandi. Já. Tökum eitt dæmi það. Þannig hann Gert Wilders og nota bene, ég hef hort á mörg viðtölu Gert Wilders og finnst gaman að viðtölunum við hann. Ég vil ekkert silence á gaurinn, sko. Og þó að ég hef séð áróðursvídeóið hans gegn íslam sem hann gerði fyrir nokkrum árum, fáeinum árum. Og ég sé alveg það sem hann halda fram og hann tekur alveg fram eitt sem hann hefur sagt, sko. Hann segir, ég ekki á móti íslam, ég á móti því að fólk flytji inn í mitt samfélag og lagi sig ekki að siðum þess. Veist, ef að ég flytt til Marokkó, þá mun ég fara að marokkóskum lögum og laga mig að marokkóskum siðum. Ég mun ekki fara fram á það að Marokkó búið til svona hálf-Ísland handa mér í Marokkó. Nei. Sem alveg valid argument. En múslimar ekkert að biðja það heldur? Nei, ég veit ekkert það, en það svona það sem gagnrýna með þetta fjölmenningar sko samfélag. Þú veist, þú átt rétt á því að þú ert ferð í Austurbæjarskólann og ert frá Úkraínu, að barnið þitt fái sérkennslu á Úkraínu. Hvað er þetta skemmtilega við það? Já, það er þessir hópista pleppar sem þetta eitt rugluður hausnum á þeim, sko. Barnaskólarnir mega ekki lengur bjóða fram svínakjöt af því að gæti verið múslímabarn í skólanum. En allir aðrir geta borðað, það er bara þetta múslímabarn borðar eitthvað annað. Nákvæmlega. Nei, ég meina ef þú flytur í eitthvað annað land eða ef þú flytur til eitthvað íslamalands, þá máttu alveg lesa biblíuna þína og trúa því sem þú vilt trúa og ég veit ekki hvort þú mátt byggja kirkju eða hvernig það er, ég meina, þú getur bara keypt þér eitthvað hús. Sáti er náttúrulega svolítið ekstrím, sko. Þeir eru náttúrulega bara sturlaðar Amerikana horror, sko. Þú veist, ég meina, ef þú fer til Pakistan er mjög strang múslímar í gen. Það er mjög fljótt að sko, þetta er 200 milljón manna því ríki, það eru þarna til sikar og það eru til hindúar og það er til alls konar fólk, kristnir líka. Já, ég veit allavega með Sýrland, þar var svona aldrei neitt vandamál. Nei, það er fullt af kristnu fólki þar. Já. Þannig að þetta er svo algjörlega bjagað, þessu umræða. Og þú sér það að kristnir flúðu úr Írak eftir að Bandaríkin réðust þar inn. Já. Undir Saddam var þér óhætt að vera kristinmaður í Írak. Sjáðu Líbía, hann talaði með Tariq Ali nýlega í viðtali sem hann tók við líbískan prófessor. Snilldar viðtal sem er inn á Telesur á YouTube. Snilldar viðtal ástandi í Líbíu. Það er þar sem ég las Operation eitthvað Dawn. Ég er búin að fjalla aðeins þetta. Operationin sem að, sko, þegar Trípoli var tekin í Líbíustríðinu. Trípoli var tekin með frönskum og breskum málalegum. Já. Það hét eitthvað, ekki Golden Dawn, það var eitthvað Operation eitthvað Dawn. Ég man ekki alveg nafnið á því. En þar kom fram að Gaddafi lét byggja 3 kirkjur í Trípoli fyrir líbíska peninga. Til þess að tryggja það að kaþólskir og mótmælendakristnir og orþódókskristnir gætu farið í kirkjur af sinni trú. Þarna var kirkja byggð fyrir líbíska peninga og ráðnir prestar fyrir líbíska peninga. Gaddafi var nú ekki öfgafyllinn það. Og það var byggð synagóga líka. Já. Nei, veist það, ég held að fólki væri hollt að hlusta aðeins á hvað alvöru múslimar að segja og alvöru íslam eins og hann
Sheikh Íbrahim, að þetta sem hann er að segja meika bara prýðilegt common sense, sko. Sheikh Imran Hussein algjör snillingur, hann hefur kennt mér ýmislegt Íslam sem að ég vissi ekki áður. Og ég er að vinna með múslimum og fólki og ég sé bara ekkert að þessu fólki, sko. Og ég held að fólk til dæmis sem að röfla gegn einhverjum 1000 múslimum á Íslandi og einhverjum tveimur aðilum sem í þessum ýmissöfnuði, ég meina, menn ættu frekar að horfa á þá múslima sem eru hér á Íslandi að gera góða hluti og eru sjálfur að ýta öfgamönnum til hliðar, Rússum megin rauð. Þeir ættu frekar að styrkja baráttu þess fólks og hjálpa þeim að byggja mosku og styrkja það góða í því sem þarna í gangi. En hvernig skýrgreinur öfgamann? Til dæmis segjum það til dæmis að það myndi koma bara eitt sett af fórsvor sprengjusveit frá Sádi-Arabíu og myndi sprengja Íslands bara til steinaldar. Það náttúrulega öfgamenn. Nei, byrju nú við. Já, ok, já. Og þeir kemur bara og sprengdu Ísland til helvítis og við Íslendingar erum alveg rosalega reiðir. Já. Bara börnin okkar í tætlum og allt í rúst. Erum við á öfgamenn? Já. Það ef að Washington á bak við þetta, þeir alltaf við því að ákveða hverjir séu öfgamenn eða hvaða ríki séu rogue states. Já, segjum að Ameríkanar koma og sprengi Ísland til steinaldar. Sem að ekkert stutt í það að þeir geri það. Ekkert langt í það, mennur. Að og svo, ég meina, segjum bara þeir, þurrki út 101 bara og allir í 101 eru bara dauðir. Og fórsvor steiktir, sko. Þeir myndu mála rauðu stjörnuna á vængina svo allir héldu að það væri Rússar. Já, hvernig sem það gerðu þeir í Pearl Harbor. Já, en ég meina, ef Íslendingar myndu reiðast, það öfga? Það er öfgar, sko. Það er, ég veit, þetta er það sem í gangi. Ég meina, finnst fólki eitthvað skrítið að einhver hluta múslimum séu bara verulega reiðir út í Vesturveldina? Sko, mainstream umskiptingarnir, þeir hugsa ekki svona langt. Nei. Áttum á því. Það var ekkert einmitt í kastljósi, þá er þetta ekki til. Nei. Þú veist, úr hugsin er ekki til. Out of sight, out of mind, doesn't exist. Já, þetta segja þessu fólki er ekki við bjargandi. Sko. Og það er alveg rétt sem þú varst að segja, að tala mikið í fyrra með disassociation, svo kemur þau og segir, þetta er lygi. Hvað er að þér maður? Þú ert nú bara eitthvað geðveikur. Já, einmitt. Eða eins og með hann Frostavinni, ég meina svo daginn eftir tekur hann viðtal við eitthvað sem að elitan samþykir og þá er henni ekkert kurteisinn. Já, það er fólkstrykkið, sko. Það er allt í kringum mér svona háaði, sko. Maður tekur bara ekkert mark á svona útvarpsþáttum því að þetta er bara popúlismi og ekkert annað. Þetta er ódýr skoðanahóru popúlismi. Já, þetta nýtist mér mjög vel, það fjölgar og öllum rásum hjá mér eftir hverja ælupókakeppni. Og svo fæ ég mólana þegar eftir djúpkön. Já, sem er bara gott. Ég held að þú sért hinn íslensku mælandi gaurinn sem er með á nótunum, sko. Ég var að brosa í kampinn í gær því að sagði með íslensku rásina mína, ég er búin að vera sko, ég er með 80 eitthvað áskrifundur á henni. Já. Og fyrir ári síðan held ég að verið 60 eða 50 og svona þegar kemur nýr áskrifandi þá vorum við, kom nýr áskrifandi áskrifandi. Hver er þetta? Það liggur við, sko. En samt ef þú veist áhorf á vídeóin hefur alveg, sko, aukist talsvert á síðustu 6 mánuðum. En jú, það er bara gaman að því, en það sem er á sama tíma, ég er búin að vera svo duglegur á enskurásinni að koma alls konar efni og ég er náttúrulega tekið framförum, ég fann að tala meiri yfirvegum og orðaforðin hefur aukist og svona maður er aðeins kurteisari, maður er komin með betri hljóðupptöku núna. Já, mitt. Og það var nú ekki alveg sársökulegs umskipti þar með það, en sko ég er að fá sko, núna er ég komin upp í 270 áskrifundur. Á enskurásinni? Já, það er bara síðan í morgun held ég hafi slegið 270. Já. En fyrir mánuði síðan voru 250 eitthvað, sko.
Hvað er þetta kvarta? Þú ert bara að ná mér, ég er með 500 á hvorri rásinu fyrir sig. 500 og eitthvað. Meira, já, ég er Mayday. Nei, ég var bara að hugsa, sko, gaman að sjá að fyrir ári, ég er búin að vera núna að ranta í 1,5 ár, tæplega. Og þegar ég byrjaði að ranta voru bara 20-30 áskorendur á enskurásinu. Og þetta er meiri hlutin útlendingar og það var nú tilgangurinn. Ég var að reyna að búa til íslenska rás fyrir útlendinga. Íslenska rantrás fyrir útlendinga og ok, ég meina, gaman að því. En ég horfði á morgunni og sagði, þetta er ekki fer. Ég er í stórum stökkum hérna á enskurásinu að fá áskrifundir en íslenska rásin stendur í stað. Já, ég reyndar hef ekkert sinnt ensku rásunum mínum. Það liggja bara einhvern veginn í salti, sko. Já. Nei, ég er ekkert að pæla þannig, ég var bara að horfa á hann á Kontrast í morgun. Já, mitt. Ég sagði, það er skrítið að áskrifundirnir standi í stað, en samt eru áhorfið að aukast, sko. Já, mitt. Já, ég býð alltaf eftir vídeo frá þér, það er... Já, takk fyrir það. Sunna mín. Nei. Svona. Kom hún í vídeoð? Ég er alveg svolítið leiður á þessu líka, þú veist, bara... Ég var eiginlega viðurkenna það, mér finnst þetta orðið bara svona hluta til orðið leiðilegt bara. Já, ég sammála því. Sunna farið frá. Mér finnst ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, sko. Það er svona, það eru við tveir sem virðist vera ágætlega vakandi og það er svona that's about it, sko. Já. Aðrir eru reyndar að vakna, sko, en flestir aðrir eru í mjög hægum vakningaferli, sko, eru í einhverjum alls konar svona snúningum fyrst mér. Já. Þess vegna er ég nú alveg ekki sammála því að það sé svona stutt í einhvern critical mass. En kannski er það líka bara því ég er búin að venja mig á ákveðna svartsýni. Það er fullt af fólki sem segir við mig að það séu miklu fleiri sem er að hlusta á okkur heldur en við sjáum og þetta safnast saman hjá þeim, sko. Það er fullt af fólki sem gæti allt í einu vakna á stuttum tíma, það er alveg rétt, sko. Já, það reyndar ef að það gerast atburðir í fasanum sem maður hefur lagt upp. Það er nú ástæðan fyrir maður hefur gert þetta, sko. Og þú manst það kannski fyrst þegar ég var út að sögu, sko, þá var ég að segja, já, þetta mun gerast og hitt mun gerast og gerðist það, sko. Veist, maður gæti sagt að það verður mikið falska fána núna í júlí, sko. Svo bara gerðist eitthvað í júlí, sko, eða veist, maður gæti svona... Já. Einu sinni tvisar hitti ég svona nokkuð veginn á að geta séð fyrir hvað var að fara að gerast. Og þá... Já. Og svo náttúrulega þetta sem að bæði Markus og Frosti hafa talað að leið og eitthvað gerist, þá vilja þær heyra í mér, sko. Já. En svo ég er að byrja að upplifa þetta líka, sko, að maður, veist, það líka að hverju mánuði sjáum maður eitthvað í gangi í mainstreaminu sem maður hugsaði, I told you. Já. Af því maður er búin að vera að tala í vissan tíma og maður er utan við ramman og maður er svona að tengja punkta og ekki alltaf rétt, stundum hittir maður á einhvern punkt, stundum ekki. Eða eins og þetta, ég er alveg viðurkenni, ég veit ekki hvort ég analysaði Tyrkland rétt, ég ætla að skoða það aftur og þá analysaði ég það bara upp á nýtt, en þú veist, maður er ekkert að hengja sig í það hvort maður er rétt fyrir sig þarna eða rangt, sko. Þetta er bara, maður er í streymi. Ég er eins og þessna kannski líka hættur svolítið að fylgjast með mainstreamina því ég fór að átta mig á því og ég hef tjáð mig oft það að ef þú ert bara að horfa á mainstreamið þá ertu húgt á einhverju sjói sem er verið að hanna handa þér. Já. Og þú getur verið, sko, við getum verið í því næstu 30 árin að bara analysa dag frá degi hvað er að gerast í mainstreaminu og verið fastir í okkar eigin hljóðfæri þar, sko. Ég nefni því nefnilega ekki, sko. Nei, þú sérð að ég hef stórlega dregið úr þessu falska fána analýsjum hjá mér. Já. Ég tek bara Já, ég tekið eftir því.
Já, það bara svona stutt, þú veist, þetta falsku fáni og þetta hoax, þetta sviðsett og hérna eru svona 3-4 punktar, that's it, sko. Já, ég líka með því sem ég verið að gera undanfarið, sko, þó ég sé til dæmis sem ég hef sagt bara í síðustu djúpköfunum, sorry Axel, ég veit ekkert hvað að gerast í mainstreaminu, því ekkert að ræða fyrir eftirlíðandi stundir. Ég hugsaði þetta þegar Jói hafði samband við mig í vikunni, viltu koma í morgun þá? Já. Ég hugsaði, já, nei, ég bara, þú veist, ég nenni ekki að vera að láta mig bera, ég nenni ekki að vera að fara í útvarp, ég nenni ekki að vera breið úr páflugsfjörum. Ég er búinn að fá að koma í nokkra útvarpsþætti, þetta var skemmtileg reynsla en ég þarf ekki á þess að halda. Ég er ekki að reyna að auglýsa neitt. En svo hugsaði, veistu þú gaman af að hitta Jóa og Markús, þeir eru ólíkir, þeir eru skemmtilegir, þeir öðra svolítið því sem þú ert með. Allir þættir sem ég farið í þá Markús komið með þannig spurningar, hann býr til skemmtilegt spjall, svo kemur Jói með sína landsfrægu stungur. Já. Þú veist, meðan líkingin hans með já, þú byggir flott hús og svo bara allt í því kemur í ljósum málaðir í ljótum litum. Það kemur með svona stungu sem að slær maður bara búm. Og hann einmitt Þú hefur ekkert spurt þá akkur þeir hætt að bjóða mér, eða? Jú, ég spurði þá. Þeir sagði að það væri ekki neitt framsæri, þú væri ekkert út í kuldana með neitt slíkt. Og Markús sagði bara við mig, meðan hann í Harmageddon, þá ég vil ekki vera í samkeppni hver að tala með hann. Þetta sagði hann með mig, sko. Ég veðja hér með að það ekki verið sagt í trúnaði. En þetta var svarið sem ég fekk, sko. Bara eitt sem pönkast á mér í einu, eða hvað? Nei, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig þeir hugsa, þessi strákar. Og eins og þó ég sé að skjóta pillum í Frosta, sko, þá þetta góðir útvarpsþættir, sko. Já. Þeir eru búin að vera í gangi í mörg ár, þeir eru öðru á sumum hlutum, öðrum ekki. Þeir kunna að vera í loftinu. Til þess að vera í loftinu þarftu að fá hlustum. Já. Ég myndi ekki hafa úthald í daglega útvarpsþætti sjálfur. Nei. En já, það gaman að þessu. En því miður þá held ég að kenningar okkar stjórnarskrár blöffið séu réttar. Það virðist vera. Það að smetla á 12 show moment. Og þessi þjóðaröryggisráð eða stofnun eða hvað þetta heitir algjör. Það bara því líkur viðbjóður, sko. Ég skil ekki svo fólk að mótmæla einhverjum útlendingalögum en enginn að tjá sig þetta, sko. Það enginn að tala þetta. Það algjör þverpólitísk sátt þetta. Heila doðin algjör. Já. En við erum búin að dokka með þetta. Ég meina alveg eins og bara ég fór að tala í október í fyrra með sölu á þjóðinni, ekki sölu á landinu, heldur þjóðinni sjálfri. Og ég hættur að fjalla það. Ég búin að dokumenta allavega í pælingar, sko. Þú veist, það mun einn daginn fara í gegnum það efni og segja, heyrðu, þú veist, það var eitthvað þetta í gangi sem að þú hafði rétt fyrir þið með. Og ég mun þá segja, ég veit ekki hvað það var, ég veit að það var eitthvað. Ég ekki komin það djúpt, sko. Málið sem að ég held líka fólk átta sig ekki á, sko, það þetta medical tyranny, þessast læknisfræðilegt einræði. Það virðist eitthvað tengjast því, já. Við sjáum það. Ég sammála því. Og núna náttúrulega Birgitta alveg búin að spila rassinn úr narbrókunum hjá sér, sko. Hún búin að vera í stjórnmálum. Hún verður kosin aftur, sko. Gólemin virðast elska þessa vitleysu í henni. Já, það fullt af fólki sem tilbiður hana, en hún búin að vera sem marktækur stjórnmálamaður. Það það sjátti við. Já, við vorum alltaf búin að dýbanka hana fyrir rúmlega ári, sko, þannig að og því miður, þá ætla Sturla að reyna að komast að þinga aftur. Já. Hann náttúrulega í sinni vindmyllu baráttu, sko. En sko, ég heldur að þeir láti hamarinn falla á Ísland. Ég veit það ekki. Sko, þá kem ég aftur að þessu með okkur, ég ekki lengur að fylgjast með mainstreaminu. Manstu þegar vorum að byrja að djúpkafa og sagði oft, þá sagði oft við þig, ég ekki að skipulátt að fylgjast með þessari hinnarásinni,
ég fylgist bara með því sem kemur upp á yfirborðið hjá mér á hverjum degi. Já, já. Ég leyfi tilviljunar á því hvað kemur inn á sjónsviðið hjá mér. Og ég að reyna að nálga, ég var farin síðan að fylgjast með mainstreaminu og þannig að ég hérna líka að analysa eins og allir aðrir, svo sagði bara nei. Þú heldur þín striki sem þú alltaf verið á, þú tekst á við hvern dag í einu án þess að skipuleggja. Þú ert ekki með eina strategíu. Og ég til dæmis átta mig á því að það eru hlutir að gerast í dag sem að, þú veist, þegar ég var að tjá mig fyrir 2 árum sumar hluti og þegar ég var að byrja með enskuröttin, þá var ég að byggja á ýmsum hlutum sem að ég var búin að grúska í gegnum árin og ég núna að byrja að grúska svolítið upp á nýtt án tillits til þess hvort ég sé að tjá mig og ég til dæmis að átta mig á því að mér langar að lesa til dæmis, ég fór á bókasafn í vikunni og náði Kóraninn bæði á ensku og íslensku, ég ætla að klára að lesa hann núna og ég er búin að lesa hinn og þessa kafla í honum sko. Núna ætla ég bara að hesthús á Kóraninn, fara vel í honum og við langar að rifja upp ýmislegt í Biblíunni, ég er búin að vera að lesa svolítið í Biblíunni í sumar. Ég til dæmis ákvað að lesa Eli, ég las það nú bara hreinlega í vídeó, hluta af því sem ég var að lesa Eli. Vegna þess að Eli var svolítið svona fyrirboði fyrir Jesú og ástæðan fyrir ég fattaði það var nú bæði út af því að ég áttaði mig á því hvernig Eli til dæmis skammaði Jezebel og þetta lið í kringu sig og einnig það þegar Jesú fer upp á fjalli og það birtast hjá honum svona einhverjar verur eða svona einhvers konar transformation fyrirbæri það sem ljómaði á honum og það birtust hvað 2 eða 3 kallar að tala við hann. Menn þóttust að sjá Móse og Eli og hvort það var ekki einhver þriðji, ég man það ekki, voru þeir 2 eða 3 sem birtust á fjallinu hjá honum. Nei, ég man það ekki. The Transformation on the Mountain. Þannig að ég sagði, já, ég ætla að fara að skoða Eli, hann svo mikið settur til hliðar í kristinfræðinni, sko. Enginn að horfa á Eli, svo ég ákvað að kíkja á hann aftur. Og ég eins og þegar ég fór að lesa Jeremía, ég hef aldrei pælt alveg í Jeremía í fyrravetur, þá fór ég að lesa hann. Og þá fór ég að rekast á það að Jeremía var í rauninni sá sem spáði fyrir fall fyrramurstrisins á sama tíma og það var að gerast. Og hann var alveg óbóðslega mikið hundeltur af elitunni í Palestínu á sín tíma og enda á því að hann var fluttur með valdi til Egyptalands og þar dó hann. Svo eru mismunandi skoðanir á það hvernig hann dó, sumir segja hann hafi verið grýttur, ég kaupi það ekki alveg. Mér finnst það mjög ólíklegt að hann hafi verið grýttur, en þannig ég er svona að fara ofan í ýmsa hluti sko, ég var að grúska til dæmis í sko refsispádómi yfir Salómon og þá var ég að grúska í bíddu, eru kenningar mínar Salómons tenginguna við meitlarana og þetta með mustir og fleiri hluti sem ég verið að segja, segir Biblían eitthvað þetta sem ég þýndar í upp og þar kemur í ljós mjög áhugaverður spádómur í krónikubókunum, minnir það í krónikubókunum Salómon, ég er að fara svolítið aftur í ýmsa hluti, ég er að spá ég að fara að lesa mér aftur til þjóðveldisöldina upp á nýtt og fara víðar og dýpra og kannski glósa betur svo ég geti svarað gaurum sem að fara að sveifla sveðjunni á einhverja staðreinda áraður, ég er svona pæli ýmislegt sko. Akkur ferði ekki á námskeið hjá honum Salman? Nei, mér langar ekki til það, ég bara svona, ég væri ekkert á móti sko. Ég hef kynst Salman aðeins, hann fellega fýtt kall sko. Þú er gaman að Salmani sko. Já, ég er alveg opinn fyrir því sko. Já, en sko svarið við spurningun þú veist, það er svo þetta, ég er svona rístarta svolítið grúskinu mína á einhvern hátt. En eitt sem ég sé með Ísland, sem ég held ég hafi tjáð mig þetta, ef ég skoða Ísland í mjög víðu samhengi, ef ég fer aftur og bak til 800 og ég skoða þessa afskekktu eyju algjörlega hlutlaust, ég sé að hér gerist eitthvað merkilegt. Á bilinu 800 til 1300, á 5 öldum, gerist eitthvað stórmerkilegt hérna. Frá 1300 og það er ennþá að gerast eitthvað merkilegt sko, upp úr 1300 þá eru þeir að nota borgaralega sniðgengið
að kvelja Noregskonung. Það sem sagt alveg fram undir 1400. Við sjáum til dæmis sko málið með hann hvað heitir hann Jón biskup Arason var ekki? Já. Sem að var drepinn var ekki 1550 cirka völd. Sem að var já, það var ólöglegt, sko, það munaði litlu að þeir væru dregnir fyrir dóm þeir sem drápan. Þeir voru kærður, sko, fyrir þetta morð. En, þú veist, okkur einhvern veginn svo brengluð saga þarna vegna þess að sko þannig síðaskiptin að skipta úr kaþólskunni yfir í að konungur sé yfirmaður kirkjunnar, skipta úr því að páfinn sé yfirmaður trúarinnar, yfir í því að konungur sé yfirmaður trúarinnar, sem fyrsta skrefið yfir í það að borgaralegt þing sé yfirmaður trúarinnar, og borgarlega þingið búið að núna fella úr gildi guðlastslögin. Þú veist, hver einasti trúaður maður sér hvers konar samsæri þetta yfir langan tíma. En ég nú búin að tjá mig alla þessa hluti í vídeónum mínum, en sko, ef ég horfi á Jón Arason, ég var einhvern veginn að pæla í þessu, það var aldrei náð í vídeó. Ég ennþá eiginlega með það upp á borði bara. Hvað var í gangi með Jón Arason? Jón Arason hef ég nefnilega séð þá fullyrðingu að hann hafi verið miklu meira hallurandi grísku rétttrúnaðarkirkjuna heldur en kaþólska páfann. Að kaþólska kirkjan á Íslandi hafa alltaf haft miklu meiri tengsl yfir í gamla Garðaríkið, að Ísland hafi haft miklu sterkari tengsl við Miklagarð, Istanbúl og Kænugarð og Nýjagarð í Novgorod í Rússlandi. Og þetta eru hlutir sem að síðan 1600 enginn talar á Íslandi. Þó til sem fólk á Íslandi sem hefur grúskað þessu og mér finnst þetta áhugaverðar tengingar. En þegar ég var að pæla sko með víkinga, þú veist, ég var að pæla rosalega mikið í fyrravetur þetta með sko landafundina í vestri. Þar sem ég vildi meina að það væri algjör legasaga sögð það dæmi. Og ég varpaði upp nýjum kenningum og mörgum flóknum pælingum. Og þú varst nú einmitt að benda mér á það að ég geti gert meira mat úr því. Já, já. Og þegar ég var að vinna úr þessu, þá fór ég allt í átta mig á því hvað með Jón Arason. Vissi Jón Arason miklu meira Vínlandsfundina heldur en okkur sagt. Þetta á sama tíma og Bretaveldi að fara til Nýja-Englands. Það á sama tíma og Jón biskup Arason drepinn. Og þá fór ég að hugsa, sko, vissi kannski Jón Arason að íslenska þjóðveldið átti tilkall til stórra landsvæða í Norður-Ameríku. Það það sem ég nefnilega fór að hugsa að Jón biskup Arason vissi það að ef við gerðum lagalegt tilkall innan innan evrópska lagaumhverfisins, evrópska lagaumhverfið, þrátt fyrir öll stríðin, var samræmt bæði frá Róm, fyrst og fremst frá Róm, og svo síðar einnig í gegnum útibúið í Belgíu. Sturla benti mér á það í viðtali sem hann tók með mér í grasagarðinum í vor. Þar kemur fram dokumentað í viðtalinu Sturla að hann sagði danska stjórnarskráin var samin í Belgíu. Það rosalega margt sem að gerast í Belgíu löngu fyrir sko Evrópubandalag, miklu eldra. Og þá erum við aftur komnir að fyrirbærinu með Hansakaupmennina. Sko Hansakaupmennir eiga bresku krúnuna, þeir eiga hollensku krúnuna, þeir eiga belgísku krúnuna, þeir eiga dönsku og sænsku krúnuna. Ég fór allt í fatta daginn því þetta nú þema sem kemur oft upp hjá mér, sérstaklega í enska randinu með Hansakaupmennina. Ég lengi haldið þessu fram að British og Dutch East India Company sé bara armur í sama verslunarveldi. Og allt í fattaði ég það að öll ríki Evrópu hafa verið látin fella niður krúnuna með næstunni, sko, ekki alveg, en nema þau ríki sem eru eign Hansaveldisins. Og ég fór að pæla í þessu hvort að Jón biskup Arason, af því hann hafði mikið bókasafn á Hólum og var mikill grúskari og hans synir voru miklir grúskar og miklir höfðingjar og þetta voru fólk sem ferðaðist og hafði efni á að ferðast og áttu þjóna á kaupskipum og annað. Hvort hann hafi vitað að innan evrópska lagastruktúrsins
þá átti íslenska þjóðveldið tilkall til sko svæðana í Labrador, svæðana við fljótið upp á Mikluvötnum og þar inn á sléttunar, kannski stærri svæði, og ef þetta rétt, þetta á eftir að koma upp á dúrnum, sko, af því spurning sem vöknuð í metafísik, það kemur að því að svarið rekur á fjörurnar. Að þetta getur þýtt að endurreist þjóðveldi á lagalegt tilkall til allavega þá bótarétt á bæði Kanada og Bandaríkin. Hugsanlega bresku krúnuna líka. Upp á sko alveg hrikalegur verðmæti. Já. Þetta fyrirbæri sem Íslands kvíslingar get ekki skilið. Er það ekki cool hugtak hjá mér? Ég að bíða eftir einhver kom og fara að hjálpa mér að auglýsa þetta hugtak. Já, einmitt. En þessar pælingar þínar eru mjög athyglisverðar í ljósi bara heimsmálana og núna eru sko eins og þessi TISA og TPP-samningar og Sameinuðu þjóðirnar. Þetta virðast vera bara, og seðlabankakerfið og allt þetta virðist vera bara þessar fyrirtækja blokka sameiningar. Þetta sem kallað globalistar eru þetta Indiafélag og eru Hansakaupmennirnir og þeir eru sko yfir öll lög hafnir og greiða hvergi skatta sko. Já, Indland var ekki jewel of the crown, Hansafélagið var jewel of the crown. Já, og þú varst einmitt að tala um það líka sko að bandaríska byltingin hefði verið stríð við Indiafélagið sko. Já, það nánast skotelt. Já. Og náttúrulega Gandhi í Indlandi var að berjast við Indiafélagið sko. Já, eða fyrir hönd þess. Já. Ég held að hann hafi verið útsendur í breska Indiafélagsins. En það svo athyglisvert líka sko að í allri pólitískri umræðu og í öllum þessum hrærigraut þá aldrei talað um þetta sko. Nei, það má ekki tala um þetta. Nei, þetta eiga þessir gaurar alla fjölmiðlana líka sko. Já, þeir eiga líka sögubókar, sko, fólkið sem alveg upp í sögubókinni. Já, þeir eiga líka skólakerfið sko. Já, þeir eiga þetta og þú veist, bara eftir maður fór að fatta þetta sko. Þú manst þegar við vorum að byrja að tala saman fyrir tæpum 2 árum. Ég var ekki farin að horfa á skólakerfið eins og ég gerði það í dag. Nei, þú varst ennþá í þarna Summerhill eða ekki? Nei, ég ennþá í Summerhill. Summerhill ekki inn í menntakerfinu. Já, það hlutir sem þú eftir að vakna til sko. Ég ekkert komin á endastað með menntunarpælingarnar. Ég eiginlega bara ennþá að byrja sko. Já. Ég var alveg á þeirri skoðun að ég var ennþá á þeirri skoðun fyrir 2 árum að hið opinbera mætti setja reglugerðir nám. Svo fyrir ég áttaði mig á því einn daginn að ég man ekki hvernig það var og ég man, þú veist, við náttúrulega búin að spjalla líka svo mikið þessa hluti. Þú veist, maður brýnir mann, en ég áttaði mig á því einhvern tímann að það sé eitthvað óeðlilegt að hið opinbera reki skólakerfi. Að það væri eðlilegra og ég er ekki að segja að það væri eðlilegra að hið opinbera eingöngu setti staðalum hvað fólk þurfa að kunna til þess að vera gjaldgengt á atvinnumarkaði, regulated atvinnumarkaði, en ég er komin á þá skoðun í dag algjörlega bjargfasta trú að foreldri hefur einkarétt á því hvernig barn þess skuli menntað. Já, sko, það skólar eins og eru byggður upp í dag eru svipað á hlýðni námskeið fyrir hunda, sko. Já. Og það náttúrulega glæpur gegn mannkyni að líta þá sem hunda, sko. Og þetta tengist, þetta svona afleiðing af því að þegar ég fór að pæli og ég náttúrulega lærði svo mikið að Baráttu Kassíar að fylgjast með henni og fjarlag. Það vakti mér til meðvitundar hvað var í gangi og þegar ég var að tekkaðu þarna með hann Chris Allen eða hvað hann heitir, sem ég glem alltaf hvað heitir, sem ég búin að fjalla mikið, Ritchie Allen. Hann náttúrulega búin að fjalla mikið þessa hluti í Bretlandi og ég alveg bjargfastur á því að enginn hefur rétt á því að taka þér barnið þitt, ekki undir nokkrum kringumstæðum.
Það er engin tilslökun í með. Ekki nein. Nei. Það þrælasala bönnuð. Þannig að, en sko því þú veist, hvað að gerast á Íslandi? Það sem að ég veit að svarið svolítið langsótt. En ég er svona svolítið aðeins að reifa, þú veist, þetta með að horfa á mikill í fjarlægð. Þegar ég horfi á hvað var að gerast þarna 800 til 1300 og síðan 1300 til 1600. 1300 til 1600 sjáum við, og eins og siðaskiptin gerast á því tímabili, að það byrjuð að meitlunin, að þjóðfélagsverkfræðin sem hófst þegar meitlararnir koma hingað með kaþólsku kirkjunni upp úr 1000, meitlunin sem þá byrjuð að lauma inn í landið, hún fer að verða meira svona ódulin á bilinu 1300 til segjum 1600. En þegar að Árni Oddsson selur þjóðveldið til dönsku krúnunar, ég held nefnilega hann hafi ekki verið neyddur til þess, ég held hann hafi verið venjulegur íslandskvíslingur sem fékk eitthvað í staðinn fyrir undirskriftina sína, og skjalið nota bene, svo við vitum, ekki til. Þetta allt saman ein steypa, að frá 1670 þá vorum við að sjá að Ísland hefur algjörlega verið meðhöndlað fyrir opnum tjöldum með stífri þjóðfélagsverkfræði. Sko, hvað að fara að gerast á Íslandi? Sko, við erum í dag 300.000 manna smáþorp. Það hægt að loka öllum samskiptaleiðum í landið á sjó og landi, á sjó og lofti, bara á morgun. Það þarf bara að loka Keflavík, það þarf að loka Eimskip, basically. Það þarf eina freigátu á miðin, til þess að stoppa alla smábátaumferð sem að siglir til og frá landinu. Það eru 6 símalínur á landinu, þá öll síma og netsamskipti við umheiminn farin. Það hægt að útrýma okkur á einum degi með einu flugmálaskipi. Þeir myndu nú aldrei gera það. Þeir eru að gera það í Írak, Afganistan, Sýrlandi, Líbíu og víðar. Þeir gjöreyttu Norður-Víetnam. Norður-Víetnam sigraði ekki Víetnamstríðið. Suður-Víetnam rak bandaríska herinn á landi. Þeir settu fleiri sprengjur á þessa litlu landræmu á 15 árum heldur en sko margfalt fleiri heldur en nokkuð tímann í Þýskaland, og þeir strókuðu Þýskaland nánast út. Já. Þeir gerðu það sama í Norður-Kóreu. Þess vegna Norður-Kóreu að búa sér til kjarnorkusprengjur og flugskeyti, því þeir eru skíthrættir við Bandaríkin og þeir vita hvað Bandaríkin eru. Við vitum það ekki. Nei. Sko, það sem ég að meina ef ég horfi á Ísland sem staki þessu stóra mengi heimsins, þá blasir við ein rosaleg spurning. Ákvörðu var okkur ekki gjöreytt árið 1300? Hvað það sem hérna á Íslandi sem þeir eru búin að vera skíthrættir við í 1000 ár, en hafa samt ekki þorað að stroka okkur út? Og þá erum við komnir að fyrirbærinu spádómana miklu ljósið og norðri. Ég segi spádómana miklu af því þetta eru litlir spádómar sem hafa birst víða. Og nú ég náttúrulega með mína túlkun á því, og Sigurfreyr var með sína túlkun á því, Nostradamus bókinni sinni, og fleiri eru með strákar sem voru að koma í morgunþáttinni vor hjá Markusi eru með sína túlkun á því út úr píramídaspádómunum. En tökum það allt saman bara og setjum til hliðar. Bara alla okkar persónulega óska túlkun á þessu. Hvað það á Íslandi sem svona mikils virði að það hefur verið eins og verndar hendi haldið yfir þjóðinni svona langan tíma? Þetta var stuttasvarið. Hvað var að gerast á Íslandi? Það mjög áhugaverð spurning, sko. En ég var að velta fyrir mér hérna í morgun, ég var að hlusta á því, sko, eða þessi staðan. Já, og hvort ég var að hlusta á því í gær líka, þú varst að tala þetta skjalavaldið og dómana, sko, og þeir geta bara dæmt á skjölum. Já. Og síðan eru margir að gagnrýna sjaríalög fyrir að vera trúarlegs eðlis. Já. Sko, íslenski hæstarétturinn, íslenska dómskerfið trúardómstóll líka. Já. Og sönnunin fyrir því að það verið að dæma fólk fyrir brot gegn valdstjórninni. Já. Þar með
þetta dómskerfi fallið. Og valdstjórnin abstrakt institution. Já, það bara eins og brot gegn Guði, sko. Já, það ekkert annað. Það bara brot gegn hugmyndafræði, eða hugmynd, sko. Já. Sem að þýðir það að íslenska dómstólakerfið nákvæmlega sama dómstólakerfið og seríalöglags dómskerfið. Þannig séð, já, í þessum skilningi, já. Sem að þýðir, og fyrir utan það, þá, eins og þú sagðir, það má bara dæma samkvæmt skjölum að gagnvart gildandi lögum allir dómar í verðtryggingamálum þar sem fólk hefur verið dæmt til greiðslu að tapa á jafnvel heimili sínum vegna dóma í verðtryggingamálum, þar ekki dæmt samkvæmt gildandi lögum. Einmitt. Af því að samkvæmt gildandi lögum þá þessi lánasamningar ógildir. Sem annað brot á þessu dómstólakerfi, það sko ekki bara trúalegi dómstólar, heldur pólitískir dómstólar líka, þess að fjársvika pólitíkusar dómar. Þetta rein fjársvika starfsemi, sko. Já. Þannig að íslenska dómskerfið stofnun sem enginn þarf að taka mark á. Já, þetta já, bæði það og eins það að hún valda þjófur, sko. Hún hefur, þetta svona svipað eins og, það var til eitthvað svona fyrirbæri, sko, í biblíulegum skilningi líka, eins og þetta með Sanhedrinið. Jesús skammaði farisejana fyrir það að þeir vildu setja sig í stól Móse. Stóll Móse, þetta var sæti við allar synagógur, allan musterið og við synagógur líka. Þar, sko, sem var ímynd þess að Móse alltaf til að sitja við hurð, sko, tjaldbúðarinnar og dæma þar í málum, og þetta gerðu þeir á tímum, sko, dómarana líka. Og eins og Samúel spámaður til dæmis, hann var dómari, þjálfaður í því. Ég man ekki hvort Elísa, sko ég held að Elísa hafi þjálfað Samúel, ef ég man rétt. Sem Elísa var kom á eftir Elía. Já. Og mér minnir að Elísa hafi tekið við Samúel sem smástrák og alveg nú. Það var talað hann var helgaður drottni, ég held að það hafi verið fínn orðið við geldingu, sko. Já. Ég mig grunar það ekki sagt fyrir morgun. Þegar börn voru helguð musterinu, en það svona misjafnt til að múslimar tala það að Miriam móðir Jósef, María, mammans Jesú, og þeir tala það hún hafi verið helguð musterinu, sko, í nokkur ár. Að Sakarías og Elísabet hafi alveg hana upp. Já. En það ekki talað það í biblíun, en Sheikh Imran hefur talað þetta. Ég veit þetta bara út því hann talar þetta. Ég man ekki, ég held, mér rámar ég á búin að lesa eitthvað þetta í Kóranum, en ekki þennan nákvæmlega þennan kafla. En, Múhameð var mjög hrifinn af minningu Maríu, sko. En það var, sko, rabbínarnir bjuggu til fyrirbærið Sanhedrin, sem var 70 öldunga ráð, sem tók að sér dóma, og það það sem Jesú var að gagnrýna, þið sem setið ykkur í stól spámannanna. Og rabbínarnir kenna það að Sanhedrin hafi fengið sína eigin vitrun frá Guði og meðan Móse var á fjallinu, sko. Þetta gyðingdómurinn, sko. Hann byggist á arfleifð Sanhedrinsins. Já, einmitt. Sem aftur móti var frímúrara pæling til þess að geta varðveitt musterið. Já, þar kemur einmitt annar áfellisdómur yfir íslenska dómskerfinu, að í dómarasæti situr félag í leynireglinu, frímúrarafélaginu, og yfirmenn bankana og jafnvel lögfræðingarnir eru líka í sama leynifélaginu. Já, þessna fór ég þessa skrýtnu leið að tengja þetta vegna þess að það sko, þeir sem að dæmi málum en hafa ekki réttindi til þess, en þykjast hafa réttindi til þess, ljúga fólki og fólk gerir ekkert í því. Þetta er samskonar pæling. Já, við það, þetta er svona langsótt pæling,
En þú komst með nokkra athyglisverða punkta. Ég hef reyndar komið með svona alls konar funky hugmyndir í sambandi við dómsmál, sko. En þú hittir mjög vel á höfuðið með það í raun að vera að fjalla eins og Ernst Sundel að velta sér upp úr þessum lygapolli í kringum helföruna, þessa viðurkenndu helför. Það er tímaæsla. Rétta málið er að ákæra bandalagsþjóðirnar fyrir sín þjóðarmorð, sko. Já. Og ég þakka þetta aftur, já, fyrir ég. Já, segðu. Ég er búin að halda hérna ræði. Já, góðu lagi. En málið er sko að sama er með eins og í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Það þarf í raun að ákæra alla rannsóknaraðilina og lögreglumennina og... Já, þetta er rétta leiðin. Já. Það er nefnilega rétta málið. Þetta snýst ekkert dómin yfir unglingunum, þetta snýst skjalafölsun. Og það sem ég langaði að koma að, bara svo að sé dokumentað í rásinni hjá okkur, að ég fattaði þessar pælingar af því að það var þarna kona að segja við mig frá mjög sérstöku máli. Það var kona sem lenti í læknamistökum og hún varð síðan öryrki og svo fór hún að vinna í því að hún á að fá eins og Sturla hefur bent á. Og Sturla á bara að minna á það á veggnum sínum bara í gær eða fyrradag eða morgun að stjórnarskráin tilgreinir að allir eigi rétt á frýri læknisaðstoð og að það eigi að vera jafnrétti gagnvart heilbrigðisþjónustunni fyrir alla borgara og bendir á að stjórnlög eru brotin á Íslandi með þetta. Sko það sem hún lendir í þessi kona sem hún öryrki vegna læknamistaka er að hún þarf að borga sjálf fyrir lífsnauðsynlega þjónustu, hún þarf lífsnauðsynlega þjónustu, en hún þarf að borga það fullu verði. Vittu nú við, svo fór hún eitthvað að vesnast í þessu og það voru eitthvað dómsmál og eitthvað svona meira, að þegar hún ætlaði að reka, fá læknana dæmda fyrir læknamistök, þá gat hún það ekki, vegna þess að skýrslur læknana sem að þeir gáfu út, lögu. Þeir sem sagt gáfu út læknaskýrslu sem að Tryggingastofnun og heilbrigðiskerfið tekur sem hafið yfir allan vafa. Þegar læknir gefur skýrslu eða vottorð, þá hefur það úrslitavald innan þessa kerfis, innan skjalavaldsins. Og hún ætlaði sér í mál út af því að skýrslurnar voru rangar og hún gat sannað það. Hún átti vídeóupptöku sem sannaði hennar mál, en það var ekki tekið gilt. En þess að dómurinn sem dæmdi hana, sem dæmdi hún væri, gerði úrskurð, sagði, skýrslan segir að þú sért öryrki út af þessu. Dómurinn er ekki að taka afstöðu til þess hvort skýrslan sé rétt eða röng. Það er allt annað mál. Það er mál, og hérna kemur þessi vakti mig. Það er mál sem snýst skjalafals. Allt í einu fattaði ég eitt. Þegar ég var með Etjublaðið á sínum tíma, þá vann hjá mig strákur í mánuð, sölumaður, sem var talinn vera góður sölumaður, en reyndist vera mjög lyginn og mjög vanhæfur sölumaður. Var það trommuleikari eða? Nei, ekki svo ég veit. Okay. En ég ætla ekki að fara út í neinn nafnaköll, sko. Nei, einmitt. En ég get sagt þér að freka bara í engaskíló, en einn daginn mætir hann ekki á skrifstofuna til að hringja út sölu að selja. Og þegar ég innan eftir því hvar hann var í gær, þá hann þurfti að vera allan daginn á lögreglustöð að gefa skýrslu út af því að hann hafði tekið lán fyrir bíl og að því foreldrar hans eða tengdaforeldrar hans voru búin að samþykkja lánið, þá skrifa hann bara sjálfur undirskriftirnar þeirra. Hann nennti ekki að fara með skuldabréfið að láta því skrifa undir. Þetta komst upp, því hann borgaði ekki láninu, það féll á tengdaforeldrarna og þau kærðu hann fyrir skjalafals. Þetta rifjaðist upp fyrir mér í hvelli og sagði, heyrðu alveg rétt. Þetta er einn stærsti glæpurinn sem hún fremur innan skjalafalsins. Það er skjalafals. Og það er þarna sem ég fattaði, ég fara svolítið langa leið útskýrta, að þetta kveikir örugglega á perunni hjá fleirum, að rétta fyrir hana, það er búið að dæma það hversuna hún sé öryrki og allt það,
En hún getur farið í mál við læknana fyrir skjalafals og unnið það mál. Þegar hún búin að vinna það mál, þá getur hún farið fram á endurupptöku af því það búið að dæma að skjölin voru fölsuð. Það rétta leiðin. Ranga leiðin að heimta það að dómari taki mál upp aftur vegna þess að það það sama að segja að þú hafði rangt fyrir þér og dómari getur ekki leyft sér það vegna þess að hann að verja heiður sinn og nafn og allt annað, pluss annað, pluss eitt. Dómarar vita það sem umskiptingar vita ekki. Í hegningalögum tilgreint að dómsmorð varði 16 ára fangelsi. Það tekur engin dómari séns á því að fara í 16 ára fangelsi fyrir að hafa komið til dóm. Það þarna sem ég fattaði þessu flækju, sko. Já, já. Svo einfalt Þetta held ég að ýti undir framtak mitt með að opna víkingadóm, sko. Af því að víkingadómur, ég þyrfti að reynda aðeins að leggja betur grunninn á honum, sko. En víkingadómur hefur raun óflekkað dómsorð sem að Hæstaréttur og héraðsdómarnir hafa ekki, sko. Þannig að ég get... Já. En ég hef enga skoðun á því, sko. Það eina sem ég vildi að fólk áttaði sig á að nákvæmlega það sem vorum að ræða áðan að þegar fólk áttaði sig á því að þú getur gert hliðarárás á dóminn með því að skilja þessa fléttu. Já, þeir eru með, sko, það nefnilega málið að dómararnir eru orðnir svo óheiðarlegir, sko, að þeir bara ljúga og falsa og svíkja sjálfur, sko. Þess vegna þarf að vera annar dómur, sko. Já, þú veist, kannski, ég ekkert nefnilega viss það. Ég nefnilega fór að hugsa þetta í vikuna þegar ég var að hugsa þetta. Kannski snýst þetta ekki sko, þegar menn skoða til dæmis Guðmundar og Geirfinnsmáli. Þess vegna dró ég það fram í viðtalinu við Markús, þennan punkt. En ég held, kom ég ekki þessu aðalatriði til skila svona? Jú, mjög vel. Ok, gott mál. Þannig að ég vildi að fleiri föttuðu þessa einföldu flækju. Þetta virkar flókið fyrst þegar maður hugsa þetta, en þetta mjög einfalt þegar maður búin að fatta þetta. Að þegar þú skoðar dómskerfið, ég ekki viss að þetta sé samsæri, sko, dómarana. Þeir eru náttúrulega margir frímúrarar og allt það. Og það alveg issue sem við getum, sko, sett í þeytivinduna, sko. En ég held að fyrir dómarana, þeir eru komnir á annan stað innan skjalavaldsins. Ég held að dómari sé ekki að velta fyrir sér hvort að þessi yfirheyrsla eða þessi flétta í lögreglunni sé partur af þessar aðgerð eitthvað annað. Ég held að þeir vinni bara úr þeim skjölum sem þeir fái. Já, dómarar, ég nú reyndar oft verið í dómsal, sko, ég varið mín mál sjálfur og sótt mál sjálfur, sko. Já, ég veit. Og kynnst gríðarlega mikið af dómurum bara í kringum það. Já. Og þeir eru bara aðilar í mafíu. Þeir dæma bara eins og þeim sýnist þann daginn. Já, ég kaupi það alveg, sko. Og það sko, þarna, ef þú fer að minnast á stjórnarskráin í dómsal, þá hlæja þeir bara þér. Já, ég veit það. Af því að stjórnarskráin blekking. Stjórnarskráin hefur ekkert gildi. Sem sagt, stjórnarskráin eins og gaddavírsskýrðing til þess að halda gólemunum inni og verja hina, sko. Já, ég sé þetta. Þetta svona stórt mál og við klárum ekki að það kvöld. Eins og með þjóf, sko, segjum að ég sé þjófur og vil ég stela ykkur frá þér, sko. Og ég stel hérna gullpenningi frá þér og þá stelur þú nú bara strax tilbaka, skilur. Já. Og svo stel ég nú tilbaka þegar þetta bara eilífar vitleysa. Og þar byrja allt þetta hjal eignarétt og fleira slíkt. Ég vil geta stólið peningunum frá þér og svo bara nei, býtum við, það eignaréttur, skilur. Þú getur tekið hann tilbaka, sko. Það þjófnaður. Og það stjórnarskráin. Hún til þess að brjóta þetta, ég stela þér og þú stelur að mér og svo hringa vitleysa að þeir eru búin að skrifa á sig eignaréttin, sko. Og ég nota orðið eignarétt, það trúaratriði, sko. Já. Og það til þess að þeir geta stólið af öllum hinum
Og svo þegar hinn segir, við stelum þessu bara drastlið tilbaka, þá nei, það er stjórnarskrá hérna, það er eignarréttur og fleira slíkt. Og þetta kristaði svo vel í náttúrulega hruninu og það var bara allir komist að því að þeir áttu engan eignarrétt. Það var bara allt hirt að þeim og gagnvart ónýttum skjölum og ljósritum og svo eru þeir að tala núna kennitöluflakk og sýslumennir að skipta kennitölunar, sko. Og veist, mér var svo skrítið og ég var að predika allan tíman eftir hrunið að við lifum í blekkingum, en það er enginn að fatta þetta, sko. Nei, það er ekki, það er eins og, sko, fólk er ekki að skilja heldur að stjórnarskrá allan að lýðveldisins eins og ég skil hana er einmitt eins og þú segir. Meðan fólk er ekki, sko, ég veit ekki hvað undirskriftin er, þú ert borgari lýðveldisins, þú er ekki mótmælt því, hvar skrifar undir að þú sett meðlimur í þessum klúbb, þessu félagi, þetta er löggiltur félagskapur. Fólk sér það ekki, en það er stjórnarskráin þannig orðuð og það er svona subliminally hafið yfir allan vafa að til sé einhvers konar ríkis entity. Og þetta er svo vel orðað hjá henni Rætt, sem hún talaði, hvað heitir hún hvað heitir hún aftur? Sem var að rífast við hann Richard Dawkins evolution. Ljósarð, skemmtileg stelpa. Eitthvað W. Wright, eitthvað. Það sem hún sagði, sko, kom með þetta skemmtilega orð, þú veist, þetta abstrakt entity fyrirbæri. Ég er ekki að nota sama orð og hún. Að þú veist, það sem hún segir, ég vil ekki að ríkisstofnun eða ríkisfyrirbæri eða ríkismenntunarfyrirbæri hafi vald yfir börnunum mínum eða hvað ég á að læra eða hvað er rétt eða rangt, af því þetta er bara einhvern abstrakt entity. Þetta er það sem hún kallaði this is an abstract institution kallaði hann. Þetta er þetta abstract institution eða þú veist, þetta er eitthvað svoleiðis. Ég þarf að rifja upp orðalagið það var svo hnitt með það hjá henni. Sástu ekki þetta vídeó? Nei, ég held ekki. Nei, ok. Þú veist, málið er sko að málið er að íslenska valdstjórnarkerfið er trúarkerfi. Já, og það er alveg rétt og ég gerði allavega 2 vídeó með þessa pælingu fyrir tæpa ári síðan. En það sem að ég er búin að vera að fatta undanfarið ára, því að fyrir ári síðan var ég ekki búin að fatta hugtakið document authority. Ég man ekki eins og hvenær ég fattaði það vetur, þetta bara svona kom. Svona, og þetta hugtak er sífellt að styrkjast, skilningurinn á þessu. Já. Og ég er líka búin að tengja það við það sem að, ég gerði það ekki fyrir vídeo og tengja það við þessa pælingu sem þú verið að tala varðandi prump í bóksinu. Einmitt. Og þegar ég fattaði það að þeir sem eru í þjóðveldinu, þeir eru búin að gefa þá yfirlýsingu, við erum ekki lengur undir document authority lýðveldisins. Við erum búin að búa til okkar eigin document authority, þar sem við höfum bein áhrif á hvernig það mótast. Sko, leið og þú ert komin með allir borgarar þjóðveldis. Lýðveldið hefur ekki lengur vald yfir þeim. Það getur vald pínt þá í dag meðan við erum svona fá. En í lagaskilningi þá nýtur borgari þjóðveldis document authority legal verndar. Og á grundvelli þeirra stjórnarskrár sem þjóðveldismenn hafa samþykkt, það er búið að lagalega skilgreina þar, sko bæði héraðsdóm, dómstóla í héraði og líka landsdóm. Með öðrum orðum að þjóðveldið þegar við verðum orðin nógu mörg til þess, getum stofnað þessa dóma á grundvelli okkar eigin stjórnarskrár og dæmt. Og það er ástæðan fyrir ég að fara þessa löngu leið að tala um þetta, því ég er í conceptually, þá er ég ekki ósammálaður varðandi víkingadóminn. Það er ekki það sem ég er að meina heldur, að hinn sturlaði umskiptingur
hann ekki kominn það langt í sjálfsmenntun að sjá þessa hluti. Þegar þú ert kominn með þitt eigið document authority og það fleira fólk sem viðurkennir þetta document authority, þá ertu kominn með svo mikið vald í hendurnar. Já. Víkingadómurinn ekki með þetta document authority, sjá til. Jú. Þá hann getur verið lawfully réttur eða samkvæmt natural law til dæmis. Hann getur expósað flýjan af þvættingin en hann hefur ekki hefur hann lagalegt umboð. Hvað lagalegt umboð? Já, ég hef sagt að víkingadómur Salómons dómur. Já. Þar með hann orðið dokument, Já, ég ekki við fengið það, Og nota bene, Salómons dómur æðsti dómur inn í Freemasonry. Já, en málið það, að málið það að víkingadómur í raun alveg full tilbúin dómur til þess að taka við málum, Reyndar þurfa að vera ákveðnir, ég get ekki tekið bara einhverja aðra hlið á einhverjum sögum, það þarf að vera náttúrulega að því leyti þessi víkingadómur líka dokumentdómur, hann þarf eitthvað dokument til þess að dæma út frá, Já. eða hann þarf eitthvað til að dæma út frá, ég get ekki bara dæmt út í lok. Já, en ég ekkert að gagnrýna víkingadóminn, ég á bara taka ákveðin flöt á pælingunni, Og ég sé svo sem, þjóðveldið og dómstól þar líka mjög gott, og en ég bara skilgreina merkinguna fyrir document authority. Já, áttum á því. Já. Þessna var það sem þegar ég startaði víkingadómi, þá þurfti ég að velta fyrir þessu á hverju byggja hann, hvaða grunn hefur hann, og þar laði ég náttúrulega stjórna klettin minn undir, það raun dokument, undir víkingadómi, og það Salómons dómur. Salómon var bara eitt kall sem dæmdi, Já. Og þannig víkingadómur, og ég skil, mér hefur náttúrulega borist tvö mál í dóminn, og annað kom einmitt frá þér með ákærunni gegn Ólafi Ragnari, og svo kæra liggur svo sem fyrir dómnum, en það var ekki komin alltaf einn gögn með því eða neitt meira, Setti ég engin gögn með? Nei, bara kom bara ákæra án gagna, Okay. Og þannig svo hinn kæran var nú reynda svolítið erfið, þegar það bara önnur hliðin, Já, ég þarf bara mun eftir þegar ég horfa á þetta vídeó, mun eftir að ná aðtókvort í eitthvað sem ég geti sent með Já, okay. En þannig ég verið að hugsa mikið formið á því hvernig gögnin komi til dómsins, og ég velti fyrir mér að opna aðra Facebookar síðu, þar sem eða hvort það verður bara undir víkingadómi sjálfum, þar sem ég opna opinbera rannsókn á málum. Og hvað þetta að vera meira opinber rannsókn heldur en á samfélagsmiðlum, eða internet. Og þar safnast inn dokumentin og vitnisburðirnir og allt sem tengist málinu, og síðan á einhverju tímapunkti þá dæmir dómurinn á því sem kemur út úr þessar opinberu rannsókn. Það komið tími á mig því að það hundarnir að reka eftir mér. Já. Ég þarf að fara út, sérstaklega lóðatíkina. It just got interesting. Þessi síðasti klukkutíma okkar núna að ræða þetta með dómeðli og document authority, ég held að þetta sé, við erum búin að gera heilmikið bara með því að dokumenta þessa pælingu. Já, einmitt. En þess að fólk sem fattar þetta, eins og nú til að tala ég rosalega mikið um abstrakt pælingar. Og ég átta mig alveg því, ég ekkert að reyna að ná til einhvers fjölda með því, ég bara að dokumenta mínar abstrakt pælingar.
En svo stundum kemur út úr þessu eitthvað svona áþreifanlegt. Þetta áþreifanlegt og fólk vill eitthvað áþreifanlegt, eitthvað sem það getur skilið í einhverju svona praktísku samhengi. Og ég heyri þá fleira fólki kringum mig, mólarnir á borðinu, að fólk hefur verið að taka upp þetta document authority pæling og virkilega við núrunni vel. Þetta á eftir að verða miklu stærra heldur en, þú veist, þó að djúpgáfanir og röndin okkar gerir ekki meir en þetta, þessa pælinga, fólk fatti þetta líka með dómsflækjuna, að þú getur gert hliðarárás á dóminn. Nei, það held ég sé nefnilega ekki rétt hjá þér. Okay. Að þú verður að sko, meðan þeir hafa authority, þá dæma þeir bara eins og þeim sýnist, sko. Ég átta mig á því, en ég fór samt að hugsa ég fór að hugsa þetta líka. Og þess vegna sagði ég við þig áðan, ég ekkert endilega viss það. Já, þóttu komu öll réttu dokument. Má ég útskýra okkur ég segja það? Okay. Ég alveg til að hafa rátt fyrir mig með það. Að ég fór að hugsa, sko, það til dæmi það, að hann fór að benda út ég held hann Chris Hedges. Ég minnir að hann hafi vakið opnað augun fyrir því. Að hann til dæmis fór í mál ásamt fleirum við Obama. Varðandi það fyrir að taka persónufrelsi af fólki. Og hann vann málið og hann bæði tapaði og vann og svona. Þetta hvergi talaði. Og ég hvet fólk bara til þess að grúska í þessu. Að því Chris Hedges hefur talað mikið þetta og það til mikið af fyrirlestrum á YouTube þar sem hann fyrir í þetta. Fólk hefur gott af því að kynna sér það. Sérstaklega með tilsvöna því að þetta rækilega þakkað. Að mér minnir að það verið hann sem benti á að í kjölfarið á þessari baráttu þá breyttust ákveðnir hlutir í hvernig þeir tóku á málum. Hann sagði það eru til dæmi það, að því hann pælir rosalega mikið í svona málum að Chris Hedges, búin að vera lengi að því. Hvernig þvingum við elituna til að hlýða? Eitt af því sem hann vitnar mest í þegar Nixon sagði við Kissinger, einhvern tímann í einhverjum mótmælum upp á 1970, þar sem að Nixon var skíthræddur að almenningur í Washington myndi storma Hvíta húsið. Hann sagði, sko, þetta snýst ekki endilega, sko, hann sagði, við getum gert elituna hrædda við, hvort að þið hlýða okkur eða ekki. Þetta snýst að snúa óttanum við, reka óttan í heimahúsin. Hann benti á, eins og með dóma, ég held því fram að ef þú rekur mál, eins og bara segjum konuna að náðan, ef hún stefnir ákveðnum læknum fyrir skjalafáls og sannar, og þá neyðist, ef hann sannar það fyrir dómi, þá neyðist dómarinn til að koma með úrskurð. Það getur vel verið að hann refsi ekki læknunum, það getur vel verið að dómurinn sé mildur, en dómurinn hefur verið fallinn, þá gefur hann fordæmi. Og ég held að dómarar almennt hafi skynbrað á svona hluti. Já, en þarna kemur einmitt, sko, ég hef reynda að tekið eftir því, sko, að til dæmis þegar ég byrjaði að tala það að valdstjórnin væri prima mótus í eiturlyfjaflutningi á Íslandi, þá byrjaði alls konar vesen í fíkniefnadeildinni og byrjaði fullt af hlutum að hreyfast, sko. Já. Að sama bara það, að þegar ég opnaði Víkingadóm, þá hef ég séð ákveðina öfl fara í gang. Og til dæmis þessi kona sem þú nefnir, hún getur farið með þetta mál fyrir Víkingadóm, hann opinn, sko. Já. Og ég get dæmt í þessu máli, það sem hún leggur fram, og segjum svo að ég dæmi að þessi læknar hafi falsað skýrslur og Víkingadómur dæmir henni vil, þá hún komið með dokument, sko. Já. En þetta er allavega umræðar sem við erum á opna á landinu og vekja fólk til umhugsunar að hugsa þetta. Já. Og eins og eru að koma fram náttúrulega í kvöld að ég og þú erum með sikur og útgáfuna af það hvernig á að framkvæma þessa hluti, sko. Og ég ætla ekkert að fara að berjast fyrir því að fólk gerir eins og ég vilja gera þetta, sko. Ég meina, ég gaf nú yfirlýsingu í morgun í einhverju vídeó, ég vil ekki sjá að komi fjölgun í þjóðveldið. Já. Nei, sko, en takt eftir því, ég hef aldrei talað orð gegn þjóðveldinu, sko. Nei, já, ég veit það, sko. Og ég bara... Nú, einu sinni sagður hálfa setningu sem sko geymd en ekki gleymd. Ég bara man ekki hvað þú sagður hana. Nei, það eitthvað misskilningur.
Nei! Þetta eins og núna, sérðu tæknina sem eins og hún Eva Kerlingi notar og það þessi þjóðfélagsverkfræðingi, hún segir við fólk bara í kommenti, þú ert rasisti. Já. Svo segir fólk, hvað meinar þú? Ég sé rasisti, við erum ekki eins og að tala rasa. Já, nei, þú ert svona nýrasisti. Það svo bara neðar í kommentunum, sko. Nýrasisti furðulegt hugtak, þetta ekki til. Þess vegna bjó ég til hugtakið dulrasisti. Já. Metarasist. Vegna þess að metarasist gott orð, vegna þess að það hjúpar fólk, þegar fólk var útrás fyrir rasismans á ideológíu eða einhverjum svona skoðanahóp. Já. En já, nei, það bara hundarnir rekka eftir mér. Já. Og Ég var í garðinum í allan dag, það var glampandi spánar sólskinn og það tekum alveg bara eða svona tæpan klukkutíma að renna með vélina yfir garðin, hann svo stór. Sæl. Það hörku æfing. Nei, við erum búin að velta við stórum steini í kvöld, sko. Fullt af orðum undrum. Það gerist alltaf. En ég sjálfsveldisflokkurinn bara í media blackout á Íslandi, sko. Já, þú þarft að fá 2-3 með þér sem að koma þessu á kompið. Já, þetta gerist allt, sko. Já. Og reyndar eru vist bara 4 vikur í kosningar eða 5, þannig að það getur vist að náist fyrir þessar kosningar. Þetta reyndar ótrúlega einfalt að búa til framboð, sko. 29. október. Já, þetta reyndar ótrúlega einfalt að gera þetta, sko. Og dögun að fara að undirbúa stórsókn, þeir koma líklega 2-3 mönnum inn. Nei, þeir fá 3,3% aftur. Það ekkert víst þeir komast upp með það. Jú, þeir fá 3,3%. Viltu veðja? Nei, ég bara var að pæla í þessi vikuna, allir kom ekki inn 2-3 mönnum, 1-3 mönnum. Engum. Það kemur ljós. Akkurat, engum. Það verður. Nei, 3,3% kenningi þín mjög góð. Mér finnst hún mjög góð, sko. Já. En þú veist, dögun á þeim stað, sko, mér sýnist með verkfræðina sem búin að vera í gangi. Sko, það þeirra hagur að hleypa inn, sko, 2013 þorðu þeir ekki að hleypa neinum út dögun inn, þeir byggu til Pírataflokki. Þeir eru búin að hafa 4 ári að hræra vel í þeim söðupotti og vinsa órunum, þeir eru búin að vera að vinsa órunum, sko, sjáðu hana stelpu þarna sem var framkvæmdastjóri og sem að tala heyrðu það má, sko, sem orðin málefnalega ósátt við flokkin en ætla samt að kjósa hann og þetta allt í uppnámi. Já, þetta bara útibúa samfylkingun orðið, sko. En við sjáum að þessi komintern flokkur, kommunista flokkur að gera hreinsingar, sko. En dögun á síðustu 4 árum eru þjóðfélagsverkfræðingar búin að hafa tíma til að undirbúa hvað gerist þegar dögun kemur fram aftur. En þeir hafa ekkert að segja. Nei, ég hef ekkert farið hún í málefna, ég veit ekkert dögun, ég skoðaði dögun á sín tíma, já, ok. Þess vegna ég verið að segja að, sko, það bara sjálfsveldisflokkurinn á móti rest, sko. Allir hinir að segja sama ruglið, sko. Já, ég hef enga skoðun á því, ég er í þjóðveldinu, sko. Ég bara spá í það sem að gerast þar, nei, ég bara, fyrst, ég sé möguleika á, sko, ok, þetta snýst að ná valdi. Þetta snýst að ná valdi yfir grasrótinni. Sko, í 4 ár, fyrir 4 árum, þá vissu þeir ekki hvort þeir geta haft taumhald á fólki sem var í dögun. Núna búið að endurmóta dögun og ég þarf að veðja að þeir eru búin að ákveða hverjum af dögun á fólki geta þeir haft taumhald á ef það fer á þing og hverjum myndu þeir hleypa þau. Það gild kenning. Já, en málið það, sko, að það skiptir eiginlega akkurat engu máli því að Alþingi valdalaus stofnun. Já, ég veit, það skiptir engu máli. Ég alveg sammálaður í því, það skiptir engu máli. En taktumenn eins og ég náttúrulega búin að vera núna að taka tíma í mínu röndum og líka í sumum athugasemdafræðum að gefa pillu á Sturla, segja þú ert að sóa kröftu þínum að fara á Alþingi. Þú ert búin að ávinna, Sturla búin að ávinna það sem hann
geturháfinni, hann er búin að sanna tvennt. Hann er búin að sanna að sýslumenn fari ekki að lögum. Hann er líka búin að sanna að þjóðin er sturluð. Já, já. Þjóðin tekur ekki þátt í, þannig er mikilvægasta barátta sem hefur farið fram frá hruni. Það er barátta Sturla að sýna og sanna að sýslumenn brjóta lögin. Hvaða djöfulsins lega drulla þetta í gangi. Ég var þetta búin að í 2009, hann er að endur svona það sem ég sagði í 2009, sko. Já, ok, ég meina, þú veist, who cares who said it first? Já, já, en hérna kemur spurning til þín frá hlustanda. Ok. Ætlar Guðjón að vera oddviti sjálfsveldisflokkinn í Suðurkjördæmi? Viðkomandi hefur greinilega ekki fylgst með neinu sem ég hef sagt síðustu 2 ári. Þú ég ætla ekki að svara þessu. Þú ert náttúrulega ekki í lígveldinu lengur, þú ert í þjóðveldinu. Ég fær aldrei að bjóða mig fram til ríkisþings lígveldisins. Nei. En það er eina markmið flokksins að leggja niður valdstjórnina. En ég bara að gagnrýna Sturla fyrir það hann sér ekki að hann er búinn að sigra þetta stríð. Og hann myndi græða mest fyrir sitt einkalíf að fara á aðrar lendur og að vera áfram í grasrótinni, bla 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 bla, þetta skiptir svo miklu máli. Sjáðu, þú sagðir áðan, Alþingi hefur ekkert vægi. Nei. Alþingi er bara framleiðslu, Alþingi er bara svona, þetta er bara svona skólablað. Þeir eru að gefa út lög og reglugerðir á pappír fyrir skjalavaldið. Já. Þeir eru ekkert annað en það. Og leið og einhvers fáviti sem að byrjaði í grasrótinni er komin inn í fangbröðin þar inni, þá verður hann partur á skólafélaginu. Og hann verður partur af, og hérna kemur punkturinn sem ég langar að undirstrika, fyrir ekki hvað þetta kemur flókið út um mér. Ég vil með kurteis maður. Þetta er óþolandi maður. Algjörlega. Ég þarf að fara að fá mig kettling. Það er að koma eitthvað raftur í það aftur, sko. Já, ég þarf að fara á úkrænskar vefsíður og finna mér einhverja flotta úkrænska kettlingur sem að tekur mig og gerir mann úr mér. Er ekki nóg að þeim á Íslandi bara? Þær eru svo, íslenska konur eru svo leiðinlegar. Nei, ég meina úkraínska konur á Íslandi. Já, örugglega, ég bara fer aldrei á djammið. Ég er svo konfliktið með þeim. Já, einmitt. Sko, málið er að hinn sturlaði almúi, umskiptingurinn, sér ekki að slagurinn íslensk stjórnmál er divide and conquer fyrirbæri, er blekking. Já. Og leið og þú yfirgefur blekkinguna, þess vegna er svo mikið vald í þjóðveldinu. Þeir sem eru komnir yfir í þjóðveldi, þeir fatta þetta. Þeir fatta þeirra skilgreina sitt eigið skjalavald. Sitt eigið authority, sitt eigið og við erum að hittast, við erum ekki að nota netið til að hittast, við erum að hittast út í bæ. Já. Og við erum ekki að hittast á stjórnmálafundum, við erum að hittast yfir mat, við erum að fá okkur að borða eða köku og kaffi og kjaftum hvað sem er. En það endurspeglast svo vel í Evrópubandalaginu að þar eru kommissarar sem eru occupiers, hersetu gaurar, sko. Og þeir ráða öll í Evrópubandalaginu, EB þarna. Já. Og síðan er þetta Evrópuþing, það hefur engin völd. Já, þetta passa. Það er alveg sama hvað það er samþykkið að skrifa eða að gera, það breytir engu. Það eru kommissararnir sem að sitja ykkur að pakka saman og svo leyfa þær Evrópuþingin að fjalla það og síðan bara samþykkið þær eins og þeir vilja hafa það. Og amerískir lobbyistar stjórna því. Já, þetta er bara, þessi kommissarar eru bara frá þessum fjölskylduveldi, fjölskylduveldum, sko. Og sko, það sem ég hef maður hefur verið að reyna að sirka út, hverjir eru kommissararnir á Íslandi, sko. Já. Og það er náttúrulega Ólafur Ragnar Grímsson, hvort sem er í embættið ekki. Já. Það er Björn Bjarnason. Já. Það er Geir Haarde. Og það er Björn Bjarnason og fjölskyldur þessar aðila, sko. Já, Bjarni Ben og hans fólk. Já. Þetta er sama fjölskyldan. Hvað voru margir af þessum statir í Washington fyrir örlaganóttina miklu? Örlagakvöldi mikla? Það er enginn að svara þessum spurningum. Nei, þannig að það, sko, kommissararnir á Íslandi er hersetið, sko. Já. Kommissararnir á Íslandi, þeir bara ráða þessu.
Þetta er Quisling Occupied Country. Já. Með fullri virðingu fyrir menningu Vidkun Quisling, ég held að hann hafi verið stórlega miskilinn maður og ágætis skoður. Já, eins og Hitleres eflust líka, sko. Nei, ég held að það sé bara tímaspursmál að fleiri Íslendingar fara að fatta hvað hugtakið Íslands Quislingur og fara að rýna betur ofan í sögu bandaríska hernámsins á Íslandi og því ekki lokið. Ég var svolítið hissa þegar ég sá ég póstaði á veggi minn í gær að ríkisþingið að reyna að skilgreina bann við flutningi kjarnorku vopna á Íslandi og það bara viku eftir að ég fór að messa það á ensku að Lilja Alfreðsdóttir, utanríkisráðherra sem ekki hefur verið kosin til embættis eða þings, skrifaði undir að Bandaríkjaher mætti gera það sem hún sýndist á Íslandi. Já. Og mér finnst líka áhugavert sérstaklega orðalagið í þessu nýju lögum að það sérstaklega laumað inn í grein 2 og 3 eða 4 að hafa gætur á því hvað með losun kjarnorkuúrgangs á Íslandi. Ég hef búin að vera að halda því fram í 1,5 ár að það séu heilu tonnin af kjarnorkuúrgangi í hafinu í kringum Ísland. Það engin að gækartelja mæla þetta. Nei. Og ég fékk athugasemd núna bara fyrir nokkrum dögum frá einni mannesku sem veit af þessum pælingum mínum og hún tók undir þetta. Hún sagði það að því fyrir árið síðan þá sá hún ég býtu geislavarnir ríkisins fylgjast með þessu. En svo sá hún, já nei, hún trúði eins og við okkur var kennt í sömubókarnáminu að trúa. Já. En svo sá hún við mig í vikunni, ég er búin að fatta það sem hún varst að tala um. Það bara geislavarnir ríkisins að birta mælingar og við vitum ekkert hvað á bak við Já, þeir eru búin að endurstilla mælirinn eins og gera með ljósmælana. Sem nú bara Rúbert Sheldrake á það, sko. En málið sko, reyndar, var Sjálfstæðisflokkurinn í media blackout. Þú tilkynntur framboð svo hefur ekkert heyrst meira í þér. Þannig að ef mér ekki hleypt neðast aðra, þá heyrist ekkert meira í mér, sko. Já. Ég alveg búin að fjalla þetta, sko, rásinni hjá mér. Já, fólk svo klikkað, með þess að þeir sem eru hlusta á okkur, sko. Þú gafst þú tilkynningu, en þú ert að bíða eftir að koma fólk í flokkinn. Ég að bíða eftir örlítið meiri tíma til þess að gera meira kynningarefni, sko. Þetta, ég meina, þetta snýst ekkert bara næstu kosningar, þetta snýst næstu 500 árin, sko. Þessuna. En eitt sem ég ætlaði að minnast á, það er stólið úr mér. Já, ég var á þræði með Evu Hauks, þar sem hún er leigupenni, sko, svo rosalega. Og hún var að tala um þetta með að taka við flóttamönnum, sko. Og ég var að segja, það þarf að stoppa stríðsglæpamennina. Já, hvernig viltu gera það? Og ég kom með bara uppskrift af því, hvernig á að gera það. Já, þetta... Já, þú varst að tala með þetta í live um það. Já. Hvað, fyrir dag ekki? Svo endaði með að ég, kommentaði undir hjá henni. Bara, akkur drekkjum við ekki svo flóttafólkið það kemur? Bara á Austurvelli. Ég meina, hvað hefur breyst? Akkur má ekki drepa það kemur hingað? Hvað breytist? Akkur má senda NATO-herþotur til Sýrlands að drepa það? Já. Það er það sem ég las út úr þessum skilaboð. Já, en þegar þau koma í hegna það bara, nei, drekja þeim, hvað meinarðu? Drekja þetta eru börn og þetta eru fólk. Já, ok. Já, nákvæmlega, það sem ég var að segja. Og það er að stöðva það svolítið í þráðinn, sko. Ég hef ekki fengið neina skriðtæklingar síðan á mig. Já. Nei, það sem ég er að reyna að gera er að reyna að vekja þá sem hlusta á mig til umhugsunar sko ekki hvort það Sýrland, ekki hvort það Seðlabankinn, ekki hvort það þessi stjórnmál, heldur hver hugsunarhátturinn á bak við þetta dót. Leið og þú fattar hugsunarháttinn, þá ferð að lesa í hlutin allt öðruvísi, þú ferð að dýbönga þetta sjálfur
og þú ferð að samstilla þig með fólki sem getur verið ósammála en samstíða. Eins og þú ert að tala ég meina, ég veit að við erum sammála fullt af hlutum, ósammála aðra hluti, en það ekkert issue, allan ekki fyrir mig og ég held ekki fyrir því heldur. Ekkert issue fyrir mig, ég bara, Guð hjálpi mér að vera sammála mér um allt, þá væri þessi þættir löngu dauðir, sko. Já, þú veist, við erum, þú veist, þetta bara eins og, ég var einmitt að hugsa þetta, ég gæri það fyrir þetta, að þegar vorum að rífast þarna daginn í Sigurfirði, ég hugsaði, það gaman að þessu, ég kem að þessu frá einni nálgun, Axel frá annarri nálgun, við erum alveg sammála. Já. Og ég sagði, býttu, hvað erum við nákvæmlega sammála um hana? Og ég sagði, ég bara ekki hugmynd það. Já. Þannig að, sko, ég planki og þú ert þverplanki, sko. Það allt sem þar, sko. Svo vantar bara nokkra nagla, sko. En ég það verið að reka hérna eftir mér alveg, verið að ýta á mig og flaðra upp mig og... Já, einmitt. Sunna hún og krafsi með áðan, hún var nú bara því hún var nú ekki beðið maður út. Já, einmitt. Hún var beðið klóraði henni hérna með enginn sá til. Hún beður klór á bakinu, hún þar stundum. Fjölskylda mín bara farin að sofa, sko. Hún ekkert að bíða eftir mig lengur. Já, ég þarf að finna ykkur úkraínska vefsíðu. Já, það ekki bara... Já, einmitt. Nei, þetta átti nú bara að fyndi það, minnst. Það málið sko, að hérna, þegar maður hamingjusamur með sjálfum sér, þá laðar maður að sér eitthvað að viti, sko. Já, ok. Þannig ég var langt í land. Ég mjög óhamingjusamur með sjálfum mér. Já. Skrænilega. Þetta bara, sko, flestir spurja, sko, já, ég fyrir samband með þessari, hvað fæ ég út úr því? Já. En enginn spyr, sko, ef ég gengi samband, hvað hef ég að leggja inn, sko? Það alltaf að spyrja hvað fæ ég, sko. Menn, það búið að snúa þessu alltaf á hvolf líka, náttúrulega. Já, ég held að. Nei. Yes, en það eru nokkrar billjónir af konum í heiminum. Já, það ekki vandamálið að koma sér á séns, það ekki vandinn. Minn vandir sá að ég vil ekki fara á séns, og ég tali stundum svona eins og ég sé að vera leiður á einbúanum, þá það enginn sem stoppa með hann nema ég sjálfur. Nei. En ég var ekkert að djóka þegar ég sagði conflicted. Það líka miklu betra að vera hamingjusamlega einni en heldur en ykkur umölugu dæmi, sko. Já, algjörlega. Og því heilbrigðara sem maður því heilbrigðara laða maður að sér, sko. Já, það bara þannig. Já. En maður opnar ekki hurðina nema maður sé tilbúin að opna það. Það rosalega pathetic hérna PR-kampænið með hann Guðna. Forseti Íslands. Guðni TH beið í röð á Megavíku Dominans. Sannar að hann maður fólksins. Og þetta eitthvað þriðja svona PR-árásin núna bara. Og fólk virkilega kaupir þetta. Svo það gamalt starfsfélagi minn á Flensborg. Við sátum alltaf tveir út í hotna á kallaborðinu, sko. Já. Gaman að þessu. Guðni forseti svo sannarlega maður fólksins. Vá, fólk. Kona nennir ekki að elda ofan í fjölskylduna. Hann stendur dauðlúin tímum saman í bifreið og kaupir svo fitandi ruslfæði ofan í krakkana. Ef þetta ekki hinn dæmigerði íslenski fjölskyldufáður, þá veit ég ekki hvað. Já, þú veist. Fólk svo heimst að kaupa svona. Hei, ég með trademark á þessu góði. Ok, fólk fíbl. Fólk fíbl. Þessi verður dýrmaður. Ég á engar rétt á því, fólk fíbl. En ég verið tekið eftir því hérna að það allir fattar að nota orðið heimska alla. Nei, ég hef ekki tekið eftir því. Það er svo gaman að þegar að mýminsmanns eru notuð. Já. Nei, en það verður farið í nokkra hringi við bóti í drullupollinum.
Já, ég veit ekkert hvað að fara að gerast á Íslandi. Þess vegna fór ég þetta langa svar áðan að segja, heyrðu, það sem að gerast á næsta ári eða var að gerast í fyrra, ég hættur að spá svo mikið í það. Ég að spá að reyna að sjá þetta í víðra, yfir lengra tímabil. Ég veit að það eitthvað hér á landi sem skiptir máli. Ég hef sagt mínar skoðanir á því, veit ekkert hvort það sé réttar. En það eitthvað hérna. Ég hef stundu líkt yfir Hvítasteinin og Opinberunarbókinni. Mér finnst það ágætis líking. Það getur vel verið um sér auðvitað. En mál það, ég held að botnin detti nefnilega nokkur hratt út núna, sko. Sko, ég held bara, sko, ég veit að ég fyrir alltaf að segja nei, það engin vakningar að koma. Ég var mjög duglegur fyrir 3-4 árum að segja það umbreytingin mikla fyrir að koma. En mér finnst bara fólk ekkert verið, sko, fólk ekkert geta að höndla það. Fólk ekkert að höndla vakna. Nei, ég meina það mjög stutt í það verður byrjað að forsvarsbomba Evrópa aftur, sko. Ég veit ekki hvort það verður gert endilega alveg á næstunni, það kemur að því, já, það kemur að því, ég veit ekki hvenær. En það sem að mun gerast á næstu 10 árum að það mun versna ástandið í, sko, sálar ástandi mannkynsins. Og það mun verða skýrara divide á milli þeirra sem að snúa sér til náttúrulegs heilbrigði innan í sér. Ég ekki að tala um organic living eða eitthvað svoleiðis kjaftaði. Ég að tala um fólk sem að snýr til náttúrulegra visku. Já. Á móti þeirra sem að snúa sér inn í sturluðu yfirborðsvisku, sko, elitunar. Þessari meitluðu kennsluvisku sem að já. Þarna, þú veist, þetta mun verða skýra og við munum sjá til dæmis að þeir sem snúa sér að meitluðu viskunni að brjálsemi og stefnuleysi og öngþveiti og óhamingja mun fara stórlega vaxandi. Og ég hef verulegar áhyggjur af, þú veist, mér finnst þetta með barnavaldanefndir. Og nota bene, áður en máliðina kassi kom upp á yfirborðið, þá vissi ég ekki hvað var í gangi þarna. Þess vegna ég svo ofta kom inn á þetta. Þetta finnst mér verið einhver sterkasta myndbirting á þeirri störlun sem í gangi að samfélögin að leyfa þetta. Og leið og þú hugsar þetta, byrju hver ákvað að einhver institution ætti að fá vald og leyfi til þess að taka barnið mitt af mér. Mark Passio kom með annan punkt, ef það gert refsivert að sýta einhver efni í líkamaðinn, að þú semst lokaðir í búri fyrir það að sýta einhvers konar efni í þín eigin líkama, það sönnun þess að þú þræll, eða ekki þín eigin eigin. Þetta sömu rök, já, þetta sama dæmi. Þannig að, sko, þetta nákvæmlega það sama við báður lært í Biblíunni að þegar búið að gefa testimóni fyrir þessum skríl, þá eykst það sem að spámaðurinn, ég man ekki hvað spámaður sagði þetta, hvort það var ekki Jesús sem sagði þetta. Þetta kemur að vísu fram á fleiri stöðum. Ég mun loka augum þeirra svo þið sjá ekki og eyrum þeirra svo þið heyri ekki. Já. Það að segja þeir sem hafa séð vitnisburð, haft tækifæri á vitnisburði og eins og við gerðum hann eins og gagnvart Sigurfrey, við erum búin að gefa vitnisburði fyrir honum, hann réttlætir áfram ofbeldi sitt og þjóðfélagsverkfræði, þá mun hans störlun aukast og verða meira áberandi, þar sem meira sýnileg, meira augljós þeim sem að horfa. Hann alltaf bara leigupenni, hann bara á launum við þessa vitleysu, sko. Já, það mín, ég nú búin að slengja því þarna 2 á hann og hann nú samt eiga eitt, sko, kallinn og ég meina, ég kann ofsalega vel við Sigurfrey, ég búin að þekkja hann í 30 ár, 25 ár, ég þekkt hann sem kaffihúsarottu við 25 árum og þetta ekki illa meint, sko. Að hann á eiga það, hann hefur ekki blokkað okkur af þrámunum sínum. Nei. Þá hann hefur nú fengið diskur, hann hefur svarað, hann alltaf. Þú veist, Sigurfrey alveg góður gæi, sko. Já, mér ekki illa við hann, en ég meina þetta skýta jobb sem hann í, sko. Þannig að finna sér aðra vinnu. En ég að nota þetta sem dæmi það svo margir að taka þátt í þessu, sjáðu Birgittu, ég meina, hennar störlun verður sífellt augljósari fólki. Bara sem dæmi, þú veist, fullir virðingu fyrir Birgittu, ég veit ekkert hvernig stelpa þetta ef maður þekkt hana sem kaffihúsarottu, þú veist.
Ég tala um hann sem stjórnmálamann og sem agent. Já, andaveruna. Andaveru vonskonar. Já. En það sko annað sem að menn hafa ekki átt að sjá. Það eru þessi kosningar í Píráttunum allar falsaðar, sko. Digital falsaðar. Ég get alveg trúið því. Og fólk bara, þú veist, fólk alveg dofið, sko. Guð hjálpi mér, sko. Og ég hef ekki tekið afstöðu til þess og þú og fleiri hafa verið að tala um að kosningar ætti að vera undir eigin nafni. Já, ekkert leynilegt kjaftaði, sko. Ég er að báðum áttum með það. Ég skil pælinguna, sko, það alveg rétt sem þú bent á. Meðan kosning leynileg, þá auðveldara að falsa hana. Þetta var ekki fullt af fólki hérna sem að var alltaf einn í skáp að ríða hvort aðra í raskat og sleikja á hvort aðra í píkuna. Var það ekki eitthvað feimnismál eitthvað tímann? Ég meina, ekki hægt að koma út úr skápnum með það hvernig maður kýs líka? Já. Hver munurinn á því? Mér veist bara ekkert að það vera feimnismál. Mér alveg sem að hvað fólk að gera í nærböksunum hjá sér eða... Nei, ég hef aldrei verið feiminn með hvað ég kýs. Ég kaus einu sinni Vinstri græna, þú veist, ég skráður í Sjálfstæðisflokkinn. Þetta fáránlegt, sko. Og það náttúrulega, það er ástæða fyrir því að menn vilja hafa þetta leynilegt, því það er falsið, sko. Og það er ekki að rekja neitt og allt brent bara 2 dögum eftir kosningar, sko. Það er bara æstur. Þetta bara svo rátbróðslega heimskulegt. Kæru hlustendur, Axel hefur mjög mikla tilfinningar yfir þessu. Þetta er svo mikil heimska trademark. Þetta er heimska trademark aftur. Já. Hérna er einn að segja, já, Axel, fólk hefur aldrei verið kallað heimst fyrir en þú byrjaðir á því. Menn vil ekki einu sinni gefa með það, ég braut þennan ís, sko. Ég fór að kalla fólk heimst alveg bara villi vekk, sko. Opinberlega, sko. Það er svolítið annað að segja þetta svona maður við mann heldur en að, eða við sjálfan sig í speglinum heldur en að fara opinberlega fram með þetta. Ég er ekkert vissum ég hefði þórað að fara að segja ég var hann idiot í öllum vídeóum hjá mér. Ef að þú ekki byrjað á sig, ég veit það ekki. There you go. Ég íþrótturinn, sko. Ég var hugsað þetta daginn, ég hafði sagt eitthvað, verið svona í einhverjum einatömmum vídeóum og alveg bara, þú ert idiot! Við hlustandana. Ég sagði, djöfullega, þetta kannski aðeins ef ég strikið, hugsaði ég. En ég verði ákveð viðurkenna að maður fær ákveð svona release við að gera þetta. Já, það brýtur ákveðna svona andlega múra, sko. Nei, að því maður var alveg uppi það leynileg kosning væri til þess að vernda fólk gegn ofsóknum í gömlu stjórnkerfunum þar sem var meira týranní, sko, eða svona ódulbúið týranní. Já, ég hef ekki afstöðu, ég er ekki búin að móta mér afstöðu á þessu með þetta. Ég er að báða mátti með bæði, sko. Ég er alltaf í því kerfi sem ég er að boða og endalok hópismanns að þá er náttúrulega ekkert kosið eitt eða neitt, sko. Kosningar eru þá bara út myndinni, sko. En allavega ef að menn ætla að vera í þessum ef að menn ætla að vera með fæturnar í þessum drullupolli þá allavega byrja því að hafa kosningar undir nafni. Já, ég minnst það góða pælingar, sko. Þú veist, bara svona ég er ekki búin að klára að hugsa þetta dæmi. Nei. En eitt er ég alveg sammála þér með og það þú byrjar að tala um það og benda á þann punkt eins og þegar þeir að brenna atkvæðin og það er eitthvað sem að þú allavega opnaði mín augu fyrir, ég hafði aldrei pælt í fyrir þú vorst að tala um að atkvæðatalningin í lífveldunum, allavega okkar lífveldi, er órekjanleg. Já, og svo er sko, ef það koma kærur ólögmæti alþingiskosninga, þá er það næsta þing sem sest sem var kosið ólöglega sem sker úr þetta. Já. Þannig að þú veist, það þarf ekkert, þetta er ekki samsæriskenning. Nei, þetta er samsæri staðreynd. Já, þannig. En það er algjörlega komið tími, Salka situr hérna hjá mér og er að ýta á mig, elsku kalli minn, ég ætla ekki að vera vondur í dýrin mín. Nei, ég er orðinn dauðþreyttur líka, ég var báðið þreyttur í kvöld. Já, nei þetta var gott spjall, ég er mjög ánægður með þessa köfun.
bara, þetta góði punktar. Það er kannski aðeins minna klór að því við erum svo þreytir. Já, ég meina, þú veist, þetta með dómsmálið held ég þessi hluti sem að þetta áttir að vinda upp úr sig. Já, ég ítreka, Víkingadómur er opinn og hann er með grunninn, ég er búinn að leggja grunninn undir dóminn. Þetta sem hún kallar document authority, ég hafði nú alveg vitað því að gera það rétt, sko. Við erum að reyfa þessa hluti, þetta. Já. Það er allavega, við tveir erum allavega að reyna að expósa drulluna sem er í gangi. Já, og það er alltaf einhver að hlusta á okkur. Já, ég meina. Það er náttúrulega fullt af fólki að ræða fullt af hlutum í samfélaginu. Það er svo margir að telja baunirnar í skálinu, sko, grötaskálinu. Já. En þú var að muna að segja hæ við musterisregluna, við erum alltaf í beinni útsendingu þar. Hæ musterisregla, já ég sagði þau nú ég er nú búin að segja útvarpsþætti, mér sé ekki illa í meiklarina. Og þeir eru að selja sko Sæpop og kók. Bastarinn er alltaf þjófar. Ég vil bara að þetta sé gegnsær félagsskapur en ekki leyndum. Það er alltaf svöld. Nei, come on. Nei, þú veist, ég ætla ekki að fara að taka til í mannlegu eðli, ég er bara að gef því testimony, ég er bara að bera ábyrgð og nú þarf ég að labba með hundana mína, ég er miklu meira áhyggjur af því heldur en hvað meiklararnir eru að gera í einhverjum launhelgum. Já, þeir eru í skipulagðri glæpastarfsemi. Já, ég meina, þú veist, það er allur skrýllinn í því maður. Leið og skrýllinn samþykkir eilutuna og þess vegna mig langar að koma aftur að því hvar skrifum við undir. Ég held að undirskriftir af því að við erum inni í skjalahaldinu, inni í þessari lygablekkingu, sé þegar foreldrar okkar skrifuðu undir fæðingarvottorði. Og ég þarf bara að muna eftir því ég vil fá að sjá mitt upprunalega fæðingarvottorð. Já, það ætla að fara til New York, sko. Það liggur það er hérna Maxwell Jordan, sko. Setja hérna glósu. Það liggur á New York Stock Exchange. Nei, ég held að ég get svarað þessari spurningu fyrir þig. Já, ég er búin að glósa þetta á áberandi stað. Og svarið er svo einfalt. Þögn er samþykki. Það er líka punktur, því það eru alveg kvarlað með það. Ég heldur þurfi meira til, þeir þurfa undirskrift, þannig, þú veist, nú verði ég að fara. Já, það verði að íta hérna alveg á mig, sko. Við tökum bara fljótlega djúpköfun aftur. Já, bara kæra þakki fyrir mig og Guð blessi þjóð þína og gaman að heyra fréttirnar á konunni þinni. Já. Það er stóra umræðinni kvöldsins. Vorum ekkert að segja neinu frá þessu, sko. Ég held að þetta sé nú í fyrsta skipti núna sem þetta kemur ópenbarlega fram. Já, ok. Bara glæsilegt. Mjög gaman, mjög góð. Það þýðir að þú hafi verið að gera eitthvað að viti. Nefnum þetta sé náttúrulega engetið. Það er uppi kenningar um það. Já, ok. Það er ok. Það kemur í ljós þeirra fyrir bað. Ok. Heyrðist, bye bye. Ok, bye. Já, ég þakka ykkur fyrir komuna, kæra hlustendur. Og já, þetta var athyglisverð köfun. Endilega minningur á að styrkja okkur Guðjón. Bæði Frelsi TV, það eru linkar hér undir fyrir mig og þið grafið upp eitthvað gott fyrir Guðjón líka. Og endilega haldið áfram að nutta stírurnar úr augunum og ég ætla að minna á að þið viljið styðja Hafnamá með hans baráttu og fjölskyldu hans fyrir barninu þeirra. Það er nú svona alltaf í huga manns. Það mál, það er í raun alveg rosalegt mál sem ég held að Íslendingar ættu alvarlega að hugleiða. Og ég myndi ganga svo langt með þess að ég hefði völd til að slíta stjórnmálasambandi við Noreg út af þessum máli. Bara, nei, ekki svona hér, sko. Þannig að og ég auglýsi náttúrulega aftur eftir lukkuriturum til að berjast við hítruna í sjálfsveldisflokknum og ég auglýsi eftir
að fá að komast í fjölmiðlana á Íslandi til þess að kynna stefnu þessa flokks. Og náttúrulega ef það er alltaf að blokkarað á mig, þá er ekki auðvelt fyrir mig að fá fólk til liðs við mig. Þannig að það er nú svolítið alvarlegur lýðræðishalli á þessu. Og það er raun sjálfsveldisflokkurinn og allir hinir flokkarnir sem eru allir á mjög svipaðri línu. Sjálfsveldisflokkurinn er svo eini sem er alveg með eitthvað nýtt. Alveg bara snúa öllu á við. Já, hugur minn er hjá þér, Hafni Már, og fjölskyldu þinni. Og það er svo sem lítið annað sem maður getur gert, nema ég segi upp stjórnmálasambandið við Noreg, prívat og persónulega. Réttu pensan gera það. En já, þakka fyrir komuna og passið ykkur á myrkrinu, eins og ykkur sagði alltaf. Bye bye.